Við spáum ekkert í næringu í dag, við spáum bara í hitaeiningum. Þannig við erum ekkert að hugsa þegar við fáum okkur á diskinn, við erum bara að hugsa er þetta fitandi, er þetta að fara að fita mig og það í okkar í rauninni skilningi óholt eða holt. Við erum ekkert að hugsa hversu mikið næring í því sem ég að fara að borða og hvaða áhrif mun það hafa á síðan bara líkamsstarfsemina mína. Og því að allur líkaminn og öll kerfi líkamann stóla á næringarefni og steinefni til að fungera og sinna sínu og þetta held ég að sé að gerast svona einhverju leiti hjá rosalega mörgum þar sem það vantar einhver næringarefni líkaminn reynir eins og hann getur að svona bæta upp fyrir þetta stundum með því að í rauninni taka úr bara svona eigin auðlöndum, hann getur sótt kalk úr beinunum okkar til að nýta ef hann þarf og alls konar svona hlutir en á einhverju tímapunkti að þá getur hann ekki meir og þess vegna finnst mér svo skrítið að við erum ekkert að spá í því þegar við skömmtum okkur eða eldum okkur mat bara ok, hvernig get ég hámarka næringagildið hvaða næringur ég að fá úr þessu mat skilur og hugsa út frá þeim sjónaból út af því að það skiptir svo miklu meira máli sérstaklega í dag heldur en hitaeiningar það engin í dag í vestrænum heimi sem á í vandræðum með að fá nógu mikið hitaeiningum minn bara aðgengislega séð við erum bara það allt yfirfullt af hitaeiningu í kringum okkur það ekki vandamálið næring Þrususpjall við sérfróðan mann eitt skemmtilegast umræðefni í heimi. Hvaða hluti þú getur gert til að líða betur. Rafn Franklín nokkuð hávær á jáðri heilsueflingarinnar. Hann prófar hluti á eigin skinni sem hinir nenni ekki endilega að prófa og safnar saman í góðan sarp sem ég fekk að fletta í gegnum í þessu viðtali. Megin inntakið í máli Rafns að umhverfið að stýra okkur í vitlausa átt því miður. Það krefjandi og það áskorun að halda uppi góðum lífstíl því að krefst tíma og orku að upplýsa sig. En hér ertu, tilbúin að hlusta og tilbúin að taka ábyrgð á eigin heilsu og reynda líka heilsu þeirra sem erfa geniðin en við förum nánar út í það í þættinum hérna eftir. Við snertum á öllum pakkanum, epigenetics, kaloríum, næringu, grænmetisóljum, bjöguðum faraldfræðilegum rannsóknum, togstreitu mismunandi matakúra, healthy user bias og af hverju Rafn velur candyfloss eða hreinan sykur frekar en bakka af frönskum, innmat og fleira og fleira. Af því að ég nefni hérna innmat sem hinn eina sanna ofurfæða, þá framleiðir Pure Natura fæðubót úr íslenskum innmat og íslenskum jurtum. Afraksturinn ekkert nema náttúruleg næringarbomba sem veitir aukna orku, betri líðan, bætta heilsu og aukin árangur í íþróttum og hreyfingu. Þú getur skoðað og verslað vöruúrvalið á purenatura.is. Nú mynd sjá hérna liver, power, detox og menn sem dæmi. Liver til dæmis frábært fyrir járnskort og sem bara almenn næringartrygging, ef svo má segja. Power, náttúrulega orkubomba sem vinnur gegn andlegu og líkamlegu álagi. Höfum eflaust flest gott af því. Kíkið endilega inn á purenatura.is til að fræðast meira vöruúrvalið þeirra, en annars fást vörurnar þeirra meðal annars í Hagkaup, Heilsuhúsinu og Livju. Svo ég með tilboð fyrir ykkur, pakkatilboð hreinlega. Inn á vefverslun Ice Herbs finnur þú sér samsettan tilboðspakka. Ice Herbs sportpakkin sem Ice Herbs teymið hefur sett saman hentar íþróttafólki sérstaklega vel og fæst eingöngu í vefverslun Ice Herbs. Sportpakkin inniheldur vörurnar turmeric stert, rauðrófuduft og astaxanthin. Turmeric stert blanda af turmeric, svörtum pipar og íslenskum fjallagrösum. Turmeric náttúrulega löngu þekkt fyrir bólgueyðandi eiginleika sína. Það hefur góð áhrif á liði og bólgur eftir álag og miklar æfingar. Rauðrófur, allir hlauparar ættu að þekkja rauðrófur. Þú getur ekki kallað hlauparan nema á hafir pissa fjólblá og haldi í smástundu á að vera að deyja en fatta svo að varst að drekka rauðrófuduft nokkrum klukkustundum áður. Rauðrófur frábær ofurfæða sem þekkt fyrir að bæta súrefnisupptöku og auka blóðflæðið. Með auknu blóðflæði eykst snerpa, orka og úthald og þú hleypur lengra og hraðar. Einnig inniheldur pakkin vöruna astaxanthin sem eykur endurheimt sem munar og harðsperrur heyra sögunni til. Verslað á Ice Herbs sportpakkan í vefverslun þeirra á aðeins 5.290 krónur og fáðu fría heimsendingu með kóðanum SNORRI, 2R í Snorri. Hinn tandur, hreini og frískandi toppur. Framleiddur samkvæmt ítrustu gæðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það þó vel. Toppur í dós kemur í 10-pack kössum og því klár til að skella í kælinn.
Hvort sem vilja topp án bragðefna með límónu og sítrónubræði eða okkar ástalasta epla topp í dós. Það verður engin vonsökin. Veldu bara eitthvað. Bara úlendrúlund off á bræðtegundunar, þú verður alltaf sáttur. Fyrir alla þá sem velja svo heilbrigðan lífstíl Eirberg staðurinn. Útivistar og kompressjónfatnaður, raka- og loftrensitæki, nálastungudínur og snjallúr. Þetta bara brot af því sem Eirberg býður upp á í netverslunum sinni á eirberg.is. En þið munum fljótlega sjá þar inni að Eirberg býður upp á Theragun nuddbyssunar sem veita alvöru djúpvöfunudd eða alltaf 60% dýpra nudd en flestar nuddbyssur á markanum. Endilega kíkið á það. Svo voru Sjóvá að bæta við sig 5. árinu af ánæðri viðskiptavinum tryggingafélaga. 5 ár. Hugsið ykkur. Þetta kemur mér ekki á óvart. Viðskiptavinir í stofni fá nefnilega hluta af iðgjöldum sínum endurgreiddan ef þeir eru tjónlausir og þetta veit ég mæta vel því ég fekk bara SMS daginn að Sjóvá hafa lagt inn á mig. Það ekki bara endurgreiðslan heldur vegaaðstoðin, afslátturinn af barnabílstólunum og góða þjónustan sem þið veita þarna hjá Sjóvá. Sjóvá tryggir ánæðri viðskiptavini. Ég þakka annars kærlega fyrir hlustunina. Það öllum frjálst að fylgja hlaðarpinu á Spotify eða Apple Podcasts eða hvar sem þið hlustið á. En fyrst og fremst bara hafa gaman að þessu. Rafn Franklin, gjörðu þið svo vel. Fyrir það fyrsta. Hvar kemur þú inn í bara heilsugeiran? Úr hvaða átt kemur? Ertu íþróttamaður? Ertu langaði bara að lúkka vel? Hvar svona þinn inngangur inn í hennan heim? Sko, ég byrja í rauninni, ég var sko strákurinn sem að nennti einhvern veginn ekki að vera í neinum íþróttum. Já. Það var regla á mínu heimili að vera í einhverju íþrótt og ég hef örugglega prófað allar íþróttir bara sem að hægt að æfa á Íslandi fyrir utan, þú veist, skák eða eitthvað sem þú bara, situr all daginn eða þú veist, allan tíman og svo þegar ég er svona 14 ára, eitthvað leist, 13-14 ára að þá detti inn í liftingar. Okay. Og bara gymmið. Já, bara fyrir tilviljun einhvern veginn, ég fer með félagum mínum og við tökum bara eitthvað ring í tækjunum við sem ekkert hvað að gera og ég verð bara húgt, ég bara einhvern veginn, það bara small eitthvað í hausnum á mér og ég byrja bara sjálfur að fara á netið og skoða hvernig á maður að optimisera þetta og hvað á maður að gera og maður uppgötaði backpressuna og svo bara einhvern veginn vatti þetta svona upp á sig og ég var líka alltaf svona alveg hraustur krakki, þú veist, þannig að ég bara átti auðvelt með að styrkja mig og fljótlega byrjaði ég svona að fatta það bara, ég hafði svona þokkalega getu og tök á því að bara verða sterkur og styrkjast og ég svona hægt og rólega byrjaði að svona taka fram úr félagi mínum, þú veist, sem við vorum að æfa saman og bara rest is history, þú veist, ég bara einhvern veginn fer áfram dettin í kraftlyftingar, var í því lengi og og var í því í rauninni, var í svona hardcore liftingum bara í 10+ ár svoleiðis, og það er ekki fyrir nýlega ég er svona aðeins búin að vera að færa mig út í aðra hluti. Þannig að þú tókst alveg svona tímabil þar sem að þú vildir í rauninni það sem að, hvað sem er performance eða frammistaða skiptið þig mestu máli. Já, ég var obsessed yfir því bara að verða eins sterkur og ég mögulega gæti og þetta bara, það komst ekkert annað að, þú veist, að meðan aðrir voru á bjórkvöldum í menntaskóla, þá var ég bara niður í gymholunni bara að taka á því og þetta var alveg svoleiðis, sko. Það verður svo rosalega svona bro stemming í kringum þetta, svona gym bros að náttúrulega bara að verða sterkur og massaður, sko, og allt einhvern veginn bara í þú veist, þetta verður svo ávanabindandi og þú ert með svo, skýr markmið oft, þú ert bara með eitthvað stöng, þú ert að gera eitthvað liftu og bara annarkvort fara þyngdirnar upp eða það fara niður, bara lóðin refsa, sko. Það er alveg svoleiðis og þetta er svo mikil gulrót, þetta er svo, hvað maður segir, þetta er svo hvetjandi þegar þú bara tilfinningin, þegar þú mætir allt í einu á æfingu og þú varst að taka þetta í backpressu og svo allt í einu þetta bara létt núna og þú getur bætt auka 5 kílóum á. Þetta var svo mikil sigur einhvern veginn og svo mikil bara svona velliðina tilfinning sem maður var bara húgt á. Og líka að verða þessi gaur, skilur. Að vera gæðin sem bara, veist, ef ég þarf að fara í bekkin eða með vinum mínum eitthvað, þá er ég sterkastur. Eða ef það þarf að gera eitthvað, veist, það er bara þú veldur miklu. Algjörlega. Og fyrir svona litla pjakka líka, sko, að byrja að lifta og byrja að massastu upp og styrkjast, þetta er svona brjálaslegur confidence booster. Já. Og ég held að margir verði bara húgt á því bara út af því. Þú veist, kannski kemur inn í þetta eins og ég og með svona frekar lítið sjálfstraust og svo dettur inn í þetta og þú byrja bæði að svona eflast bara út frá því að þú sérð, ég sett inn þessa vinnu og þetta er afraksturinn. Já. Og síðan að aðrir byrja að taka eftir því að þú ert svona að stækka að vera meiri og sterkari og þú verður svona aðeins meira dominerandi einhvern veginn,
bara, bara svona með líkamlega yfirburði. Já, algjörlega og bara fullvaxta karldýr. Já. En hvað ertu núna? Þú ert bara þín aðaláhersla þjálfunin eða? Já, ég náttúrulega byrjað þarna á tímabili, mér fannst þetta svona pínu lýgilegt á einhverju tímabúti þarna, bara tilhugsunum að geta unnið við það að bara kenna öðru fólki að lyfta og það var þess vegna sem ég datt inn í það og síðan það bara núna upp á síðkasti, ég hef svona aðeins dottið út úr kraftlettingunum, það er líka erfitt að eyða 2 tímum mörgum sinnum í viku í gymminu þegar maður er með 2 börn og allt það og það er líka bara mikið að gera í vinnunum og svona en þannig að ég er bara að þjálfa núna og í alls konar hinn og þessu og svo fyrir svona hálfu ári síðan að þá byrjaði ég á í jiu-jitsu. Já, ok, þú ert komið þangað. Já, og var svona pínu húgt af því, þetta var svo ótrúlega ólíkt lyftingum. Já, akkurat, þetta er bara andstæðan, sko. Já, svolítið, sko, og þetta expósaði alls konar svona bara hlutum hjá mér sem að hvað kallast það, bara svona bara veikum blettum út allt bara alls konar vöðvar og hitt og þetta sem var bara ekki í standi vantaði svona ákveðin liðleika og ákveði bara hvernig svona getu í hreyfiflæðið. Já. Þannig að það er ótrúlega gaman einhvern veginn að fara svona út fyrir þægindaramann og prófa eitthvað nýtt. Já, líka sko, ef maður er búin aðeins að ofmetnast í styrknum og þú veist að vera sterk í gæinn og einhvern veginn svona og þú veist, maður myndi ekki þorið þennan en síðan þú ferð að glíma og þarft að vera með ákveðna fimi og liðleika og svona, já bara lipurð. Já. Það er maður ansi fljótur að vera humbled. Já, algjörlega, maður er fljótt settur niður á jörðina sko þegar maður mætir hann og það eru bara einhverju svona algjörir meðalmenn í útliti sem að pakka þeir saman sko. Þegar þú heldur á sért einhver kall þú veist, með styrkinn og allt þetta svo er þið pakka saman af bara, þú veist, jafnvel sko bara einhverjum pjökkum sko, eða þú veist, útlitslega Já, algjörlega og það er líka samt bara svona ég get alveg trúið að þessi svona gaman að fá þetta nýja challenge fyrir þig út af þú veist, þú eru örugglega hort á það alltaf sem bara sterkan og svona og geta ráðið við eitthvað en að síðan lenda í þessari lífsreynslu að einhver bara meðalmaður eins og segir sé að pakka þið saman að það er svona, herrðu ok, ég er greinilega með mjög marga veikleika. Já, algjörlega og líka bara skemmtilega svona ögrandi að verða aftur byrjandi. Já, mjög svona humbling að þú ert búin að vera svo lengi í einhverju sporti og þú ert svona orðin svona þú ert bara svo confident og örugur þar og svo dettur þannig inn einhvers þar svo ert bara algjör nýgræðingur aftur bara veist ekki neitt og kannt ekki neitt og þarf bara einhvern veginn að svona vera sá gæi í svolítið tíma mér fannst það alveg komur óvart að það var svolítið erfitt en á sama tíma einhvern veginn bara svona skemmtilegt að ögra sjálfmanni á þessa vegu sko. Já, og síðan alltaf bara, þú veist, leiðum maður fær hvítabeltið þá hefur maður rými fyrir mestu bætingarnar og það koma hraðast, meðan þeir sem eru með svartabelti eins og þú varst með í liftingunum þú ert ekki að fara að hoppa upp 10 kíló í hnepi á næsta hálfa árinu sko. Þú veist, þú ert komin það hátt upp í þakið að alla bætingar krefjast bara eins og þú segir 2 tímar á dag í gymminu sko. Það er orðið svona aðeins erfiðar að finna fyrir þessum þvílíku velíðunar tilfinningu þegar maður er að bæta sig sko. Og verður eiginlega bara svona held ég allt annað sport allan eins og í liftingunum þetta sportið breytist bara út af þetta verður miklu meira svona komplex út af því að það eru svona lítil smáatriði sem fyrir að muna svo miklu upp á bætingarnar þegar maður er fyrst að byrja og maður bæti sig bara á 2 vikum 10 kíló í backpressu eða hnéböyu eða eitthvað og svo er þetta kannski orðið ár sem maður tekur að setja 5 kíló aukala á stöngina þegar þú ert búin að vera í þessu svona langa tíma Einmitt, og það nefndi smáatriði þannig þú hefur farið svona út í jaðarinn á heilsu eflingu ef svo má segja, er það ekki alveg nokkuð rétt hjá mér, bæði hvað var það bara mataræði, ég veit ekki með hreyfingu hjá þér en bara svona svefn og þess að þú ert svolítið bara gæinn sem er að optimæsa sjálfan sig hvar svona, þú veist, þú fer í liftingarnar og þú veist, að pakka á sig vöðvum og styrkjast og svona, en hvar byrjar að leita þenn svona í jaðarinn, ég meina, hvar ertu byrjar svona að challengea bara ráðgjöfvarandi mataræði eða svefn eða hitt og þetta er heilsutengt Sko, þetta byrjaði náttúrulega bara með liftingunum og það var bara aðal, bara allt sem tengdist hreyfingu fannst mér ótrúlega áhugavert og þá sérstaklega bara tengt liftingum. Síðan svona fljótlega fór ég að átta mig á því hvaða fleiri hlutir eða svona fleiri púsl þurfti að vera til staðar til að bara ná svona heildstæðum árangri. Þú veist, hún nærði mjög takmörkuðum árangri til dæmis í liftingum og hreyfingu yfir höfuð ef að mataræðið er bara í tjóni og þú myndi í það minnsta hamla árangruninu mjög mikið.
þannig að það var svona næsta sem að datt inn, svo náttúrulega eins og vorum að ræða áður við byrjuðum með svefnvandamáli mín, að það var svona ákveðin vegferð sem fór síðan í gang sem að opnaði svona, eða lét mig kafa ofan í nýja svona kanínuholu bara varandi svefn og hversu mikil áhrif svefn hefur á heilsuna og líka bara árangur í íþróttum og allt það og út frá því þetta alltaf búið að stækka og það er búið að bætast inn hlutir eins og bara streitustjórnun, risa þáttur, félagsleg heilsa og bara félagsleg velíðan og félagsleg tengsl og allt þetta, alls konar svona hlutir sem að svona mála lífstílinn einhvern veginn í heild og þetta er allt svo krúsjál þættir, ekki bara upp á árangri í líkamsræktaðar hreyfingu, heldur bara velíðan í lífinu, þú veist, að vera með bara líf sem að þið líður vel í og nýtur, sem er náttúrulega í lok dagsins það sem skiptir máli. Þannig að ég er búin að fara svona, ég er búin að kafa hún í alls konar mismunandi hólur og yfirleitt eins og með liftingarnar það var aðal fyrst og svo ég verð svona obsessed af hlutum og líka bara fyrir sjálf mig, mér finnst svo gaman að uppgöta eitthvað svona nýtt og eitthvað sem ég get prófað og ég elska bara að leysa vandamál og þannig hefur þetta yfirleitt byrjað, ég er með einhver vandamál og ég fer strax að hugsa hvernig ég get leyst þau. Þetta er ekkit sérstaklega vinsælt hjá konustundum þegar hún ætlar bara eitthvað svona að venda einhver mál og ég er alltaf í þessu mindseti að reyna að leita bara að einhverju lausn. En svona er ég bara einhvern veginn prógramaður og þannig ég dett í svona hólur, ég fer úr liftingunum og svo einhvern veginn svona missi ég smá áhugan á að kafa hún í það út af því ég er orðin bara heltekinn af mataræði og svo svona missi ég aðeins áhugan á því að kafa svona djúpt hún í það og verð heltekinn af svefni og þannig svona teki svona sirpur og svo svona viðheld ég öllum þáttunum svona eins vel og ég get til að einhvern veginn halda mér við bara í rauninni allt sem að tengist öllum þessum lífstíðsáttum. En þarf þetta ekki alltaf að koma frá smá svona, þú nefndir svefnvandamálin, þetta var ekkert grín, þú varst bara með kæfisvefn. Já. Og þá náttúrulega einmitt, þá hugsað þú bara í lausnum og byrjar að reyna ráðast á vandamálið, en líka þú varst að nefna með liftingarnar og svoleiðis, að bara, þú veist, krakki á táningsaldri, ekkert með massa sjálfstraust, langar aðeins að lifta, byggja sig upp, þú veist, þetta kemur allt frá einhverjum svona stað þar sem manni langar í eitthvað sem, þið langar allavega í einhverja breytingar. Já. En eins og ferðu liftingum yfir í mataræði, af hverju langaði að breyta mataræðinu? Varstu í yfirvikt eða leiðir illa eða hvað var konceptið þar? Ég var kannski ekkert í yfirvikt en ég var alltaf smá svona bútaður krakki, sko. Þú verður verið með eitthvað brenglaðan BMI-stuðul allavega út af vöðvum. Já, sérstaklega eftir að maður byrja að lifta á svona. En miðað við sérstaklega út af allir vinir mínir voru í fótbolta, þannig að þeir voru alltaf alveg bara þvílíkt grannir. Það var í svona smá bútar en ekkert sem var neitt vandamál en ég datt eiginlega bara þá voru svona ákveðnir menn sem ég var að fylgja í tengslu við liftingarnar og þeir svona eiginlega hægt og rólega voru alltaf svona að planta þessu fræi að þú nærði einhverjum langtíma árangri á þess að byrja að huga að mataræðinu og síðan dett ég inn á, ég var að fylgja einu manni sem að heiti Paul Check og ákveði svona umdeildur gæi, hann er ótrúlega magnaður en hann er svona mikið út í jaðrinum svona með ákveðna hluti. Rosalega, þetta er svo heillandi allt sem hann talar og þetta er augljóslega bara svona góður náungi og bara kemur allt frá góðum stað og er ekki að mæla menninu slæmu en ég hugsaði bara, wow, ef ég ætla að fara í hans lífstíl, hann er með vassflöskur sem hann geymir undir einhverju tungsljósi bara út af því að það þarf að oxast á ákveðin veg og ég hugsaði bara, shit, ég ætla bara að stoppa, ég ætla ekki dýpra í þessa holu. Hann er á undan sinni samtíð, sko, í mörgu. En hann hefur færst svona töluvert meira í þessa átt með árunum. Þegar ég, dett inn á hann fyrir einhverjum, kannski 10 árum, að þá var hann ekki alveg komin svona langt og hann var líka með alls konar efni, hann alltaf byrjaði sjálfur rosa mikið bara liftinga svona miðað og er með alls konar kennsluefni og svona í rauninni tengt því sem sko 30 ára gamalt en er ennþá rosalega valið að mörguleiti og og ég byrjaði aðeins að kynna mér það og lærði magnað hluti hreyfingu en það var ein bók sem að hann mælti með í einum fyrirlestri sem ég var að horfa á YouTube með honum og það er bók sem heitir Nutrition and Physical Degeneration, veit ég hvort þú hefur heyrt hana en þetta er bara svona doðrantur, þetta er skrifuð af vísindamanni sem heit Weston Price og hún skrifuð árið 1930
og þetta í rauninni bara svona bók sem hans leit að heilsu. Hann ferðast allan heiminn til 14 mismunandi landa og að skoða alls konar afskekt samfélög og frumbyggja samfélög og bara í rauninni að reyna að uppgöta hvað það sem þetta fólk eða þessi samfélög gera sem að gera þeim kleift að í rauninni bara upplifa framúrskarandi heilbrigði. Og ég kaupi þessa bók og byrja að lesa hana og þetta í rauninni fyrsta bókin sem ég les svona mataræði. Mjög svona óhefbundir bók til að byrja að kynna sér mataræði. Líka fyndið hún sem skrifur 1930 sko, svona í ljósið þess hvað margt búið að koma í ljós og eitthvað svona, en hún hefur greinilega náð einhverjum grunngildum rétt. Algjörlega, og þarna sérðu bara svolítið klift á skori út af því að þarna svona ákveðin tímapunktur það sem að svona vestrænir matarhættir eru byrjar að koma náttúrulega bara massíft inn en það voru ennþá á þessum tíma ákveðin samfélög víðsvegar heiminn sem að voru ennþá bara lifandi eins og við höfum lifað svona nokkurn veginn síðustu 200-300.000 árin bara af náttúrunni öfluðu sér bara matar, fisk og kjöt og ræktuðu grænmeti og allt þetta og stóluðu bara á náttúruna. Það var engin læknaþjónusta, engin tannlæknaþjónusta og ekkert aðgengi, engin maturverslun eða neitt sem þetta fólk komst í, lifðu bara á náttúrunni og við erum að tala allt frá samfélag á Grænlandi yfir í Ástralíu og Afríku og hann ferðaðist bara allan heiminn og skoða þessi samfélag og þú getur lesið bara allt þetta ferðalagans og hann tekur sýni úr jarðveginum, hann tekur sýni næringasýni eða vitaminsýni úr matnum, hann skoða tannheilsunni í þessu fólki, hann grefur upp fornleifar og skoðar gamlar höfukúpur af forfeðrum og bara alls konar og svo ber hann það saman við nágranna samfélög á hverju svæði sem að voru byrjuð að innleiða þessa matavenju sem við erum að sjá í dag og þaðan kemur þetta nafn Nutrition and Physical Degeneration í rauninni bara niðurnýsla eða svona líkamleg niðurnýsla út frá næringu og hann að dokumentera hvernig bara þessi vestrænu matarhættir að hafa þessi neikvæða áhrif á heilsun okkar og þarna akkurat punkturinn það sem við erum að svissa yfir hjá þessum samfélögum þannig að þú sérð bara klift og skorið hvaða afleiðingar þetta að hafa og svo í dag þetta svo blekkjandi út að við erum komið með svo marga plástra og alls konar hluti bara svona hægjur og plástra sem að blekkja og fela einkennin þannig að ef að þú fer tannskemmd að þá ferður bara til tannlæknis og það bara afgreitt en það aldrei skoðað af hverju ert að fá tannskemmd en á þessum tíma, það var engin tannlæknaþjónusta þarna var fólk að fyrirfara sér út af bara tannpínu það var ekkert í þess að gera og það var bara svo sárt þjáð að það bara endaði á að taka sér í líf og það sama með ef eitthvað þú ert með einhver meldingavandamál þá bara tekuru einhverja pillur eða þú bara græjar þetta einhvern veginn svona en við skoðum allt og sjaldan hvað að baki, hvað að valda þessu að fæðast fæstir með einhvern lyfjaskort eða eitthvað svona ef við erum að tala eitthvað svona einhverja kvilla sem að koma upp yfirleitt má rekja þetta til lífstílsins og ég held við þurfum meira að fara að skoða bara að horfa að rótinni og skoða hvað það sem að byrja að valda þessu eða þú komið bara ég tala það í bókinu minn sem ég skrifaði mataræði þá tala ég mína eigin vegferð það sem að vera bara að koma upp hlutin eins og krónískar sveppasýkingar á milli tánna og eitthvað svona bara einhver svona kvillar sem að hrjá marga en flestir bara fara og kaupa eitthvað krem eða eitthvað og bara græða þetta en ég fór eftir að vera búin að lesa þessa bók og svona kynna mig betur þessa hugmyndafræði þá fór ég hugsa, hvað að valda þessari sveppasýkingu? Af hverju er ég alltaf að fá sveppasýkingar? Og þaðan fer ég að hugsa, hvað geta verið í mataræðinu? Og sama með alls konar húðvandamál og alls konar meltingavandamál og króníska hausverki og krónískt kvef. Að sjálfsögðu þetta eitthvað í lífsstílniðinum sem að viðhalda þessum kvillum og að tækla rótina þessu að þá bæði leysuru kvillan og þeir byrjar allt í að líða betur og líkaminn á þeir bara virkar betur hann rúllar meira smúð og öll efnaskipti og öll starfsemi bara virkar eins og hann á að virka þetta eitthvað sem við spáum allt og lítið í að mínum mati og þetta bara svona það sem ég brenn fyrir það að bæði uppgöta meira þetta og bara fræða fólk mikilvægi þess að huga að lífstílnum upp á þetta að gera. Þú þá væntanlega byrjaði að sökka þér eitthvað í epigenetics hver eitthvað íslenska yfir það? Og bara skilgreiningin á þér, epigenetics er það ekki í rauninni bara að þú getur kveikt og slögt á ákveðnum genum með
gen kveikja og slökkva á sér við ákveðið áreiti? Jú, í rauninni bara að lífstílinn eða umhverfið stýrir í rauninni því hvernig genin haga sér. Já, sem smá hræðandi út af því að þá hefur þú meiri stjórn á eigin heilsu, út af því að þú nefndir þarna geggjudæmi, sveppasýking einhver húðvesen, ég veit ekki hvort sé þurrkur eða psoriasis eða bara, og smá kvef magavesen, það einhvern veginn bara svona, það vantar bara þetta krem, dílíta þessu eða eitthvað, það einhvern veginn svona svolítið hræðandi að hugsa, wow, hvað ef þetta mataræðið mitt eða lífstíllinn sem að valda þessu? Nei, köpum bara þetta krem. Já, það náttúrulega auðveldarleiðin og við hugsum kannski ekki, ok, þarna líka að senda þér eitthvað skilaboð, það eitthvað ójafnvægi og við hugsum svo stutt hvað þetta var, við hugsum bara, ok, það eitthvað að pirra mig, ég með kláða eða sviða hvað það á milli tánna, þessi sveppasýking, græja krem og losna við einkennin. En við hugsum ekki til þess að kannski þetta fyrsta svona viðvörunastig og ef við tæklum ekki rótina þá heldur þetta áfram að grasserast og vandamáli stækkar og svo kemur nýtt vandamál, við tæklum það með næstu pillu eða næsta kremi og svona mallar þetta áfram og svo kannski eftir 10 ár að þá þetta byrjað að þróast út í einhvern krónískan sjúkdóm og við tengjum ekkert við í rauninni lífstílinn við það endilega út af því að við erum alltaf búin að vera að bæla einkennin og hugsa mér líður bara ágætlega og það ekkert búið að vera að en líkaminn búin að vera stanslaust að senda þér viðvörunarskilaboð í mörg ár. En við erum bara orðin svo aftengd líka heilsun okkar og líðanin okkar og líkamannum okkar að við föttum ekki hvað í gangi. Nei. Og maður sér það bara svona gott dæmi en það bara kunnar sem að koma til mín sem eru ótrúlega stirðir. Þetta fólk gerir svo ofta ekki grein fyrir því hvaða raunverulega styrt út af því að það búið að vera í svo mörg ár með hennar styrleika. Já. Og ef þú myndir setja einhvern veginn svo kannski einakarl bara svona movement expert ef þú myndir setja hann í líkama þessa mannesku í einn dag ég held að hann myndi bara störlast út af því að hún myndi líða eins og hann væri bara í fangelsi en hinn manneskjan henni finnst þetta bara eðlilegt út af því að hún nú svo vönusu og þetta alveg eins og fólk byrjar að fitna þú fitnar á svo rólega þú tekur jafnvel ekki eftir því svo allt í einu bara komið 30 kíló á þig það sama svolítið með þetta læðist svona aftan á okkur, skilur þú? Já, og líka þetta læðist aftan á okkur og á meðan þetta að koma fikraði nær og nærðir, þá ertu að búa til afsakanir sem svolítið svona réttlæta þetta og afsakanir, þú ert allan að búa til smá svona hugarheim í kringum þetta, bara herru, ég veit að ég að styrna á okkur svona, en halló, ég þarf að vinna og ég hef engan tíma til þess að vera að gera þetta hitt og þetta bara í fókus á mér og ég að sjá fjölskylduna eða herru, já, ég að fitna, en það kannski bara mikið að gera núna og þú bara byrjar að rétta þetta eitthvað sögu og það sem svo sorglegt síðan, þetta komið á einhvern tímapunkt að sagan bara orðin það sterk í hausnum að þér að það ekki þetta rökraða við þetta þú bara, og þess vegna þegar þú nefnir að ef Einar Karl myndi fá að fara í hennan líkama það var í rauninni það besta sem myndi gerast því að þá Einar með sitt viðþorf til bara eðlilegar hreyfigetu hann myndi strax byrja að vinna í þessu bara, herru, þetta, við erum bara að stefna í eina átt og það boðar ekki gott. Algjörlega. Og ég held að svona mynstrið með fólk eins og Einar Karl og þá sem eru svona með þessu bara lífstíli sinn á hreinu og hugsa mikið lífstíli sinn þessi bara rosalega meðvitund sjálfan sig og líkama sinn og það svo mikilvægt og því að þá ertu vakandi fyrir því þegar hlutirnir eru í einhverju smá ólægi og þú verður rosalega vakandi fyrir því bara ef þú byrjar að fá smá kvef strax kveikir á því og þá fer þessi hugsanaháttur í gang ok, betur hvað búið að vera í gangi núna búið að vera mikið álag á mér eða mataræði búið að vera í ólægi, svefnum búið að vera í ólægi og þá getur þú byrjað að troubleshoota og laga og byrja að vinna í rauninni hinn áttina. Sástu UFC bardagæi, ég held að þetta Pat Mendes allan eitthvað Mendes sem fór á carnivore diet sem borði í rauninni bara kjöt og psoriasisið, sko ef psoriasis má kalla, bara löppin á hann var eins og krókódíl, þetta var bara það hefur verið hægt að banka í þetta og húðin myndi brotna af síðan postaði hann eitthvað svona, ég veit ekki hvort það var hálfa ári seinna eða 3 mánuði eftir á carnivore diet og sköflungurinn á hann var orðinn eðlur bara húðin var, reyndar öll út í örum eftir þetta en húðin breyttist og mér finnst smá aftur bara smá skeri að sjá svona bara anskotin það hægt að mögulega maður að gera eitthvað sem að hrjá mann en maður oft bara svo segur maður oft bara fyrir samt í gegnum það svo margir sem bara eru með þetta kvef eða magavandamál sem bara samt fara út í daginn sinn sko. Já, algjörlega og það náttúrulega, það versta að það einhvern veginn allt ekki allt en rosa mikið umhverfin okkar að reyna að stýra okkur sko í vitlausa átt
það einhvern veginn ekki, umhverfið okkar myndi ég segja, ekki mikið að styðja við bættan lífstíl og bætt heilbrigði. Ég meina, þú fer bara út í maturverslun og hvað sérðu á rekkunum við kassana? Alltaf eitthvað nammi og þú veist, alls konar bara freistingar út allt, markaðsetning á alls konar skyndibita og hinn á þessu og ég meina, flestir matsölustæðir eru ekki að mínu mati að bjóða upp á nógu heilsusamlegan mat, allt umvafið í unnum fræjóljum og viðbættum sykri og alls konar drasli og þannig að það er erfitt að halda lífstilnum í standi og fyrir utan það að það er líka bara krefjandi að sækja sér þessu upplýsingar. Þú þarft að hafa tíma og áhuga og svona bara ákveðið þreki það að setja þig inn í hlutina. Þannig að þú þarft að taka rosalega mikla ábyrgð. Algjörlega. En það sem að kannski vantar þarna, svona gulrótin er að við byrjum að átta okkur á því hver ávinningurinn raunverulega er og það er búið að selja okkur það svolítið rangt, myndi ég segja, að það er allt og mikið búið að selja okkur að við höfum svona mjög takmarkaða getu til að stýra heilsun okkar. Það er svona aðeins búið að vera að breytast en mín upplifun er að fólk átti sig ennþá ekki nóg mikið á því hversu mikil bara tök við höfum á því að taka heilsun okkar í gegn og við getum hort á það líka með okkar eigin líf, við getum líka hort á það hvernig okkar lífstíl hefur áhrif á börnin sem við eignumst og við getum verið og talandi þetta epigenetics, hvernig við getum verið í rauninni að gera þeim þvílíkan óleik með því að lifa hræðilegum lífstíl sem að í rauninni gerir þau svona predisposed eða í rauninni, það er ekki íslenska þeir eru bara rauninni viðkvæmari fyrir viðkvæmari fyrir alls konar kvillum og alls konar lífstílsjúkdómum, þannig að það þarf kannski minna til fyrir næstu kynslóð til að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma eða sykursýki 2 eða whatever. Einmitt, og bara eins og, þú veist, barnabarn einhver sem reykti er kannski komið með astma og enginn veit af hverju en mögulega er bara ástæðan eitthvað sem gerist fyrir 80 árum. Einmitt, en það er ekki þar með sagt að þú sért bara að þú er ekki breyk en þú hefur kannski minna svigrum til að fara út af sporinu og það er enginn að segja að þú þurfur alltaf að vera með allt 100% potthett og veist, fólk þarf ekki að þróa með sér einhverja kvíðaröskun út frá þessu en bara að viðhalda hlutunum svona nokkurn veginn í standi veist, og bara taka eitt skref í einu, ég meina ég er búin að vera síðastliðin 6-7-8 ára að svona hægt og rólega efla og bæta lífstilminn og það er náttúrulega bara þessi vegferð, þetta þarf ekki að gerast alltaf á einu degi, en að vera í þessu hugafari að bara betra sjálfa þig og hugsa heilsuna þína, svo náttúrulega breytast bara lífstílinn breytist og áherslu breytast og umhverfið og allt þetta og þú bara svona haga seglum eftir vindi en það er mikil synd að hugsa til þess að þú lifir lífstílnum alveg hræðilega, eignast barn og barni er töluvert viðkvæmara þá fyrir og hefur minna svigrum til að bara fara út af sporinu lífstílslega séð án þess að hugsanlega þróa með sér einhverja króniska sjúkdóma eða einhverja kvilla og ég held að hægt og rólega séu við að svona mjaka okkur í þessa átt allavega ákveðnir hópar nema við förum svolítið að taka heilsuna föstum tökum og svona á þessum nótum að það er mjög áhugaverð rannsókn sem var gerð er endar á köttum en þetta er fræg rannsókn sem var gerð á svipuðum tíma og þessi Weston Price rannsókn sem að kallast Pottinger's Cats og þetta er maður sem Pottinger, Francis Pottinger sem að framkvæmdi þessa rannsókn á köttum og þetta svona sýnir okkur svolítið þessi epigenetics bara í gangi og svona í mjög stuttu máli að þá í rauninni var hann með 2 hópa af köttum annar hópurinn fekk bara svona bara heilbrigt kattamatareið sem var bara rá mjólk og hrátt kjöt á meðan hinn hópurinn fekk það sem myndi ekki flokkast sem gott kattamatareið það var í rauninni eldað kjöt og gerilsneitt og unnin mjólk og þetta er greinlega eitthvað sem að hentar köttum ekki vel og það sem gerðist var að á 4 kynslóðum með þessa ketti sem voru að borða lélega mataræðið að þá sérðu bara þessa niðurnýslu alveg þannig að á 4. kynslóð að þá hættu þeir að geta fjölga sér og kettlingandi fættu sér bara andvana og ekki þar með sagt að við séum eins og kettir en ég held að þetta gefi svona kannski einhverja vísbendingu inn í hvað er að gerast hjá okkur að við erum að
níðast á lífstílnum okkar, þannig að við verðum óheilbrigðari og við fæðum síðan börn sem eru viðkvæmari og eiga í rauninni auðveldara með að missa heilsuna sína og svona byrjar þetta hægt og rólega að spíralast. Þannig ég held til dæmis að svona eldri kynslóðir hafi miklu meira tolerance eða líkamlega séð bara fyrir þessu svona lífstíls áreiti. Þau kannski hafa meiri getu eða meira svigrum til að borða lélegan mat og sofa illa og vera undir miklu álagi án þess að þetta sé að trufla heilsuna of mikið eða það þarf kannski mikið til að einhver lífstílsjúkdómur eða einhver kvilli fara að þróast. En ég held að með hverri kynslóð sé þessi tími að styttast og þetta svigrum að minnka. Skilurðu? Algjörlega. Og þá spyrir maður sig bara hvar endastöðin þarna? Einmitt. Hvar ertu búin að hugsa út í svona, og ég veit að þetta náttúrulega örugglega bara fjölþættasta vandamál heimsins, en ef við tökum bara næringu, hvar fólk að fara út af sporinu í dag og þú veist, náttúrulega erfitt fyrir því að skilgreina hvað hollista, en ég meina það svo margir líka sem bara halda þessi að borða hollt og bara eitt dæmi þarna eru grænmetisólíurnar sem svona ansi ný vá í næringafræðinni. Hvar stendur í þessu og þú veist, það náttúrulega bara þekkt, ekki reykja, ekki bara sykur, en núna ekki bara grænmetisóljur. Hvað koncept þetta? Já, þetta ennþá svona svolítið controversial út af því að sko þú getur skoða mismunandi rannsóknir og þetta svona mjög kontroversial innan næringageirans að það fyrirbæri sem kallast faraldsfræðilega rannsóknir. Þekkirðu það koncept? Nei, ekkert eitthvað, ég get ekkert bent á hver munurinn á því og venjulegri rannsókn sko. Ok, það faraldsfræðilega rannsóknir það sem þetta kallast á ensku svona observational rannsóknir sem að þýðir að þú ert í rauninni bara að horfa yfir stóran hóp af fólki og svona mataræðislega séð þá kannski eitthvað spurningapróf, þannig að segjum bara 100.000 manns á Íslandi fá sent eitthvað spurningapróf sem bara alls konar spurningar, allt frá því bara hversu mikið kjöt borðar að meðaltali síðasta árið. Já, alls konar svona mjög iffy, mjög grillað sko og mjög mikið stólað á minni fólks. Og líka bara svona ímynd á sjálfur sér. Þetta svo bara hversu hratt keyru. Ég held ég sé bara alltaf í kringum 80. Og líka yfir því að bara skoða, segjum bara við skoðum allt Ísland og við tökum saman frá Hagstofunni eða eitthvað einhverja matavenjur sem Íslendingar borða x mikið af rauðu kjöti eða whatever og hver tíðnin á hjarta- og æðasjúkdómum hjá Íslendingum. Þannig að svona eru þessar faraldsfræðilegu rannsóknir svona í grófmáli. Og svo ertu með það sem kallast íhlutunarrannsóknir eða svona interventional rannsóknir og það eru rannsóknir þar svo ert með yfirleitt með smærri hópa en þú ert með miklu meiri inngrip, þá ertu kannski bara með fólk inn á einhverju stofnun, þú gefur þeim þetta að borða og fylgist með yfir x vikna eða x mánaða skeið hvað að gerast, skilur mig. Já. Munurinn til þessum grænmetisólíurnar eru að í þessum faraldsfræðilegu rannsóknum, þessum svona observational, að þar oft, eða í sumum af þeim hefur komið í ljós að grænmetisóljur í rauninni efla heilbrigði, bæta heilsuna sem að gera þetta svona svolítið kontroversial. En síðan eru margar af þessum íhlutunarrannsóknum eða svona interventional rannsóknum, þar sem að þú ert með minni hóp og ert að skoða hann svona með meiri inngrip, að þar hefur þetta yfirleitt sýnt mjög slæmar afleiðingar fyrir heilsuna. Og eins og þú stillir þessu upp, þá eru þessar íhlutunarrannsóknir miklu betri. Já, sko, þær eru í rauninni svona hærra form af bara í rauninni vísindalegum gögnum. Já, og væntanlega kostnaði meiri og tímafrekari og allt saman. Já, algjörlega, brjálaslega dýrt að framkvæma svona rannsóknir. Algjörlega. En þá verðum við samt að spyrja okkur af hverju hitt að koma í ljós í þessum faraldsfræðilegu rannsóknum. Og þetta það sem svona sumir í akademíu vilja svolítið stóla þetta út. Þetta yfirleitt stærri hópar, þetta mikill fjöldi. En ef við svona skoðum aðeins undir yfirborðið á þessum rannsóknum, að þá fyrirbæri sem kallast healthy user bias og þetta svona ákveðin bias sem að segir okkur það að sem sagt bara tökum Ísland sem dæmi. Ef við hugsum það náttúrulega búið að vera prent inn í hausin á okkur að mettuð fita sé slæm. Þannig að dýrafita og mettuð fita slæm fyrir heilsun okkar. Brjóst og mjólk og allt þetta. Já, þannig að þannig að allt fólk sem ekkert að spá í heilsunni sinni,
að það miklu líklegri til að borða meira mettari fitu út af því að það bara búið að prenta þetta er búið að vera narratífi síðustu áratugi fólk sem að spá í heilsunni sinni að það líklegra til að taka einhverja ákvarðanir að verða grænmetisætur eða borða minna mettari fitu eða eitthvað svoleiðis og það sem kemur náttúrulega í staðinn oft þessar jurtafitur sem búið að vera að segja að sé hollar fyrir okkur, þessar unnu grænmetisoljur þær eru búin að vera stimplaðar sem svona heart healthy í áratugi en ef við horfum á hvað annað gerir þetta fólk sem að huga heilsunni sinni þetta fólk miklu líklegra til að drekka minna, reykja minna, hreyfa sig meira bara sofa betur út af því að það að hugsa heilsuna þannig að það svona ákveðin bias í niðurstöðunum út af því að við erum ekki að skoða alla hina hlutina sem þetta fólk að gera og þannig að ef við horfum bara á í rauninni hvað það að borða mikið af grænmetisoljum og hversu heilbrigt það í staðin fyrir að horfa á í rauninni svolítið heildamyndina og alla þessa þætti sem spil inn þá gefur þetta okkur svo ranga mynd út af því að svo horfum við á hinhópin sem ekkert að spá í heilsunni sinni hann náttúrulega bæði borðar kannski minna af grænmetisoljum út af hann borðar miklu meira af kannski bara mettari fitu og hinn á þessu út, hann ekkert að spá en hann líka miklu líklegri til að vera reykja, drekka meira stunda enga hreyfingu, sofa illa vera undir miklu álagi og svo framvegis þess vegna sjáum við held ég svolítið svona skakka ímynd í þessum faraldsrannsóknum en svo þegar við skoðum þessar íhlutunarrannsóknir þar sem að svona tekið þetta allt inn í reikningin og aðla rannsóknina út frá þessum breytum að þá sjáum við að grænmetisolíunar eru ekki að hafa góð áhrif á heilsuna. Og ef þú ert eitthvað vont matvælafyrirtæki eða whatever, þá svolítið gaman að fara í þetta upplýsingastríð og markaðsfræðistríði með því að framkoma svona rannsókn og þannig bjaga einhvers konar niðurstöður í áttina því sem að þú vilt að það síni. Og svo, já, náttúrulega mikið af matvælafyrirtækjum eru að fjármagna rannsóknir til að eins og svona klassískar einhverjum svona súkkulaði rannsóknir sem sína að og borrar x mikið súkkulaði að það verður góð áhrif á hjarta-æðakerfið og eitthvað og svo þetta kannski bara fjármagna af Hershey's súkkulaði, skilur en það þarf ekki endilega að vera slæmt ég meina, þeir eru að setja peningin í þessar rannsóknir en það náttúrulega alltaf þetta agenda á bakvið og það sem að þeir geta náttúrulega gert líka ef að rannsóknin þeim í hag að þá náttúrulega setja þeir örugglega auka pening og fjármagn og áhrif í það að pumpa þessa rannsóknu upp og komin á yfirborðið ef ekki reyna þeir bara að bæla hana niður og komi í veg fyrir að hún komist á yfirborðið þannig að þar eru líka þessi svona inngrip sem að hafa áhrif á bara öll þessi næringavísindi. Það svo góð punktur hjá Peter Attia sem ég býst við að þú þekkir hann að tala og hann náttúrulega mikill talsmaður þess að fasta og allt það og verið að skoða það mikið í gegnum tíðina en hann að tala bara að það fæst ekki peningur til þess að rannsókna föstur þú veist, hver græðir á því að fólk hætti að neita það kostaði ekki neitt að hætta að borða hvað sem það nú þannig að það er svolítið erfitt að fjármagna og það sýnir bara það er engin velta á baka þetta. Nei, og það náttúrulega vandamál við þetta þess vegna ég myndi segja að næringavísindi í dag eru bara alls ekki góð og það er einn ástæðan fyrir mér finnst svo verðmætt að skoða þessar gömlu rannsóknir líka það sem að svona hagsmunaöflin ekki komin sterk inn í þetta eins og þessi bók sem ég var að tala um árið 1930 þarna engin hagsmunaöfl sem að hafa nein áhrif á niðurstöður þarna bara þessi maður sem að skoða þetta, hann dokumentar þetta allt í þessari bók og þú sérð bara í rauninni, þú færð bara nákvæmlega það sem skilur og þarna held ég við séum að sjá svolítið klift og skorið bara hvað gerist þegar við byrjum að níðast á heilsun okkar, þegar við förum út á spori mataræðslega séð og svo horfum við til dagsins í dag ég vil náttúrulega meina að bara það besta sem að við gerum mataræðslega séð að byrja að stóla fyrst og fremst á bara svona heildstæðan náttúrulegan mat hágæða, kjöt, fisk, egg kjúkling þetta lítið hægt að fá af hágæða kjúkling í dag til miður en og bara alls konar dýraafurðum velræktuðu grænmeti, helst náttúrulega lífrænu og íslensku og finnir náttúrulega eins og talandi þetta alltaf að við tölum lífrænt í rauninni ekkert nema bara venjulegt grænmeti, það frekar það sem ólífrænt það sem við tölum sem venjulegt grænmeti það ætti rauninni að vera flokka sem ólífrænt en einhvern veginn búið að stilla þannig upp að lífrænt sé eitthvað svona algjört hippa
fyrirbæri Akkurat. en lífrænt bara eins og við erum búin að rækta grænmeti frá upphafi þangað til á síðustu tæpum 100 árum þegar koma alls konar illgresis og skordýraeitur og hitt og þetta þannig að mjög svona sérstakt fyrir mér að það sé orðið normið en lífrænt í rauninni óhefbundna skilur En ert þú ekkert að fá til þín fólk og ég veit náttúrulega alveg hvað felst í starfniðinu eða heilsuráðgjöf eða þess að en þú veist, ferð ekki til þín fólk sem bara heldur að það sé að borða rétt en bara ekki up to date á hvað hollista í dag og hvað það ekki Já, algjörlega, og ég myndi segja örugglega meiri hlutin, en maður spyr bara hreint út hvernig matræðið, að þá flestir segja, já, bara þokkalegt, ég borða bara nokkuð hollt og bara með þetta svona nokkuð neginn í standi svo þegar þú fer að rýna svona aðeins meir í það að þá það bara alls ekki tilfellið. Hvaða rauðu flögg erum við að sjá? Bara svo mismandi eftir ég myndi segja kannski rauðu flöggin fyrst og fremst svona bara svona falin óhollista alls konar einhverjar sósur og eitthvað svona einhver svona litli hlutir sem eru bara alls ekki hollir. Ok, en sko bara þú nefnir sósu þarna og án þess að staldra eitthvað allt og mikið við það, en þú veist, ert þú ekki, ég held að þú sér, fyrir einhvern svona, ef þú veist, amma mín myndi heyra sósa, þá já, einmitt, það mikil fita í sósu eða eitthvað, þú veist, þú ert ekkert gegn góðri bernesósu sem bara eggjarauður og íslensk smjör, býst ég við, þú ert meira að tala um það sem þú veist, einhver sósu með hveiti og grænmetisólíu eða þess að það þetta góður punktur á minnistæða svo það sé ekki miskilningur að alls ekkert á móti sósum per se, það í rauninni bara hvernig sósunar eru gerðar og það einmitt, þú getur keypt bernesósu út í búð sem uppfulla alls konar aukaefnum og jafnvel viðbættum sykri og svo fyrsta innihaldshæfnið unnin grænmetisólía, repjólía eða eitthvað svoleiðis og svo getur þú gert bernesósu frá grunni sem bara smjör og egg og estragon og essence sem bara í fínulegi en það allt í rauninni hvernig þetta gert og þegar þú ert með eitthvað sem selt út í búð, þá náttúrulega bæði oft fyrirtækin að hugsa það bara að framleiða þetta á sem ódýrastan hátt og passa að hillulífið sé sem lengst og þar að leiðandi ef að þú ætlar að kaupa þér bara ódýrustu og praktískustu vöruna að þá oft þetta bara ekki sérstaklega heilsusamleg vara og þá rosalega mikið við sósur bæði eru sósur oft stútfullar sykri og eða stútfullar af unnum fræoljum og þar vandamálið út frá mínum dæjatirum hvað sósur varðar. Sko, út að, þú veist, ég líka ánægði með, þú varst ekkert eitthvað að hoppa á einhverja fyrirsögn þegar ég var að nefna grænmetisólíurnar og fórst bara yfir rannsóknirnar og þú veist að þetta umdeilt, en ef við, þú veist, ert þú gegn grænmetisóljum eða hvernig lifir þínu lífi? Já, ég reyna persónulega að forðast grænmetisóljur bara eins og ég mögulega get. Og hver ástæðan? Af hverju, þú veist, fólk, og ég held að það tengi ekkert allir við bara grænmetisóljur, menn hvað anskotanum? Þetta, fólk kemur alveg ofan á fjöllum þegar það heyrir þetta og fólk rosa svona meðvitað orðið núna sykurinn og fólk fær að passa sykurinn og oft skipta honum annarkvort minkan eða skipta honum út fyrir stefju eða gerfisætefni eða eitthvað. Vandamálið sko út frá mínu sjónarhorni með grænmetisólíurnar eru fyrst og fremst að þetta eru rosalega mikið unnar óljur til að ná bara olíu út úr einhverju eins og repju eða sólblómafræi rosalega ónáttúrulegt ferli sem að krefst bara mikilla vinnslu og út af því að þessar fitur eru náttúrulega ómettaðar, eru fjölómettaðar sem þýðir bara á einföldum máli að þær eru mjög viðkvæmar þær í rauninni svona þær þrána og oxast auðveldlega og það þýðir að ef þær verða fyrir miklum hita eða miklum hitabreytingum eða þær verða fyrir mikilli birtu eða miklu súrefni að þá eiga þær til að brotna niður og við hugsum bara vinnsluferlið á þeim það sem að það þarf að kreista þessa olíu út úr þessu litla sólblómafræi þá yfirleitt þarf mikinn þrýsting, mikinn hita sem að þá eykur líkurnar á að olían þráni og skemmist síðan erum við yfirleitt með alls konar leysiefni og klórefni og aflyktareiðingarefni út af því að þetta verður fyrst bara eins og svona einhver grá leðja og það áhugavert, ég tala þetta í bókinu minni, þá fer ég yfir söguna bara hvernig grænmetisóljur urðu til og upphaflega var þetta í rauninni notað bara á vélar, bara sem svona olía og smyrsla á einhverja vélar og þetta var bara svona eins og grá leðja en svo þegar þetta búið að vinna þetta meira það búið að nota aflyktareiðingarefni út þetta lyktar bara hræðilega upphaflega þannig að það var að taka lyktina burt og svo þarf að
nota alls konar leysefni og hitt og þetta til að gera þetta að þessari glæru olíu sem að þú sér síðan í flöskunni. Sko, gefum okkur það að hún sé ekki nú þegar byrjuð að þrána og skemmast eftir allt þetta vinnsluferli. Þá förum við heim með þessa olíu, setjum hann á pönnu eða inn í ofn eða á grillið eða jafnvel djúpsteikjum upp úr henni, eins og við gerum á veitingastöðum, djúpsteikjum alla franskar og allt upp úr þessu og jafnvel margoft. Þarna erum við enn frekar að skemma þessar fitur. Þannig að þetta eru þránaðar og skemmta fitur sem að við síðan byrjum að innbyrða og þetta síðan verður inn í hluti af okkur og þetta er meira svo öðruvísi heldur en eins og með sykur, ef þú borðar sykur þá allavega getur þú farið og tekið liftingæfingu eða hreiftið það út að hlaupa eða whatever og í rauninni brennir þessum sykri en fitunar aðeins öðruvísi út af því að bara eins og himnunar á frumunum okkar eru gerðar upp af fitum, líka með notar fitunar aðeins öðruvísi heldur en eins og sykurinn, þannig að það er aðeins erfiðar að losa þetta út úr kerfinu og þess vegna held ég að það sé svolítið vandamál þegar við erum að innbyrða svona mikið af bara lággæða þránuðum og skemmdum fitum í miklu mæli. Þar held ég að við byrjum að koma okkur út í svona skurð og megin vandamálið eins og ég sé það er bara að þetta byrjar að mynda þessar svona krónískar bólgur. Þetta myndar svona það sem kallar sindurefnastormur sem að fólk þarf ekki endilega að vita hvað þýðir en það er það sem leiðir að í rauninni þessari svona krónísku bólgumyndun líkamannum sem eru bara lágstemda bólgur sem að þú getur síðan byrjað að finna bara eins og ef að það eru meltingavandamál þá er oft lágstemda bólgur í meltingunni svona liðverkir, þetta getur allt verið vísbendingar þessar svona krónísku bólgur og svo sjáum við að rosalega mikið af þessum krónísku sjúkdómum sem að bara er að hrjá okkur í dag eiga rætu sína rekja í rauninni í bara þetta bólguástand, þetta króníska bólguástand út af því að þarna eru við farin að halla líkamannum úr jafnvægi og þar byrjar þessi neikvæði spírall í rauninni niður í bara niðurnýslu, líkamlega niðurnýslu og svo leifum við þess að grasserast í x ár og þá eins og við tölum áðan að þá byrja hlutirnir að fara úrskeiðis. Er þetta ekki meira þess að þannig sko að hvort sem það eru grænmetisólíurnar en þess að þú ert að innbyrða þær að þær verði í rauninni hluti af fituvefnum í líkamanniðinum? Þetta drasl sem þú ert að innbyrða það er bara byggingar einingarna sem að líkamann þarf að nota til þess að bara byggja upp fituvu. Algjörlega. Og sem sýnir bara hversu, út af þú nefndir sykurinn sko, sem gerir svolítið hratt sko, en þarna bara ef allt í einu er bara eitthvað prósenta af líkamanniðinum þetta sko, bara ekki bara í maganum á þér, það er svona svolítið skeri. Algjörlega, og það er svona, ef ég fengi valkostin, þú mátt fá þennan risastóra kandifloss bara sykurbomba, heitir ekki kandifloss, svona, já, eða þú mátt fá stóran bakka af frönskum, djúpstektar upp úr repjolíu. Ég myndi alla daga velja kandiflossið og hakka því í mig. Út af því að eftir kandiflossið þá get ég farið, tekið massa liftingæfingu og nota þetta bara beint sem orku. En það er ekki alveg að sama með franskarnar og þetta djúpstekta þar sem að þú ert bara að innbyrða þessar ónýtu og skemmtu fitur. Þar verða vandamálin held ég svona svolítið djúpstæðari. En samt að taka fram að þetta er ekki alveg svona svart og hvítt endilega út af því að þú getur verið með kaldpressaðar og mjög vel unnar svona grænmetisolíur, það er náttúrulega ekki það sama og djúpstekta grænmetisolíu sem er búið að djúpstekja kannski 15 umferðir á McDonald's. Nei, einmitt, og náttúrulega bara eins og avokadóolía, ég meina, er það grænmetisolía, þú talar ekki um avokadóolíu eða kókosolíu á svipaðan hátt og repju eða sólblómafræolíu. Nei, avokadóolía, kókosolía, ólífuolía, þetta er allt ávextir, þannig að þetta eru ekki grænmetisolíur. Og kókosolían sérstaklega er í rauninni bara eins og smjör, þetta er mestmegnis mettuð fita. Já. Og bara svona stutt ferli að kreista þessa fitu út úr ávextinum. Já, og þú hugsar bara eins og með ólífur, þetta er miklu svona náttúrulega ferli að ná olíunni út úr ólífum heldur en eins og þéttpökkuðu sólblómafræi. Já. Og svo er alltaf takinni reikningi líka að í sólblómafræinu og taka það fram að það er ekki þar með sagt að fjölómettar fitusýrur séu óheilbrigðar út af fyrir sig. Það er bara hvaðan þú færðar. Ef þú færðar í sólblómafræi, þar er hún þétt pökkuð og varin inn í þessu fræi. Hún er með alls konar öðrum næringarefni. Hún er með E-vitamíni sem er svona andóksunar næringarefni sem að í rauninni kemur í veg fyrir þessa oxun
og svona í rauninni aftengir hana í líkamanum líka þannig að þú með náttúran passar upp á hlutina en leiðu við förum svona að víkja of mikið út að spori þar þá oft eigum við til að lenda í vandræðum. Þetta ekki bara svipað eins og með appelsínusafan á móti appelsínunni? Þú getur kreist 8 appelsínur og drukkið 1 glas en þú myndir aldrei borða 8 appelsínur til að byrja með en ef þú gerir það, þá það allan að pakka þér inn í einhverju trefja og algjörlega, sem að hægir á upptökunni og allt þetta. Einmitt. Þannig að, og ekki það að það sé algilt en oft það tilfellið að bara svona náttúran veit svolítið hvernig hún á að hanna hlutina og búin að hanna það í rauninni svona í takt með okkur þannig að væntanlega það sem kemur beint frá náttúrunni líklega til að hafa jákvæð áhrif á okkur og þannig að borða eins og hrein sólblómafræ líklega töluvert minna vandamál og örugglega bara jákvætt fyrir heilsuna þína frekar en að innbyrða þessar verksmiðjuframleiddu oljur. Einmitt. Þetta náttúrulega hryllilegt líka. Ég verð svolítið pirraður yfir þessari grænmetisolíu umræðu sko í því ljósi að gefum okkur að þetta sé skaðlegt og þú veist, síðan þú veist, verð á vörum að hækka og þú veist, þú þarft að borga meiri pening fyrir vöruna en það sem að gerast á baku tjöldin að þau eru líka að finna ódýrari leiðir til þess að búa til þessa vöru með því að bara, majónes, upprunalega eggjarauða og ólífuolía. Hvað með eggjarauða og repjuolía? Hvað með, þú veist, eitthvað eggjarauðu, pasteurized, bla 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 og repjuolía? Og þú veist, og þetta ennþá majónes, bragðast eins og majónes og lyktar eins og majónes, en aðeins að hækki verði og þau eru að svindla þér bara. Það verið að taka heilsuna þina í þokkabút. Algjörlega, og þú náttúrulega kveikir ekki á neinu og með synd þegar maður fer inn á einhverjum svona staði sem maður heldur að séu heilsusamlegir og gefa sig út fyrir að vera heilsustaðir og svo þetta allt löðrandi í einhverju svona og vera að taka einhverja styttri leiðir og kaupa bara léleg og lággæða hráefni og maður hefur séð að sko fyrir utan ákveðna matsölustæði bara á Íslandi hef ég séð bara svona risastóra plastdunga með þessum oljum sem eru bara fyrir utan að bíða eftir að komast inn til að vera notaðir í matreiðsluna. Bæði þarna þetta svo iðnaðarlegt einhvern veginn og þetta það sem þú ert að láta ofan í þig og svo líka þetta hann í plastdungum úti í sólskinnu þar sem þetta að fá birtuna á sig sem hugsanlega ennþá meira að skemmi sér oljur og svo örugglega lýtsjast alls konar efni úr plastinu brúsanum inn í oljuna líka þetta bara ekki gott fyrir okkur og þeir sem hafa náttúrulega hlusta á þáttinn með Unnu það sem hún fer yfir þetta ekkert grín, fólk hefur svona verið að íta þessu svolítið hliðar en þetta að koma meira og meira líka upp á yfirborðið, bara hvað þessi efni í plastinu í kringum okkur í bara alls konar hlutum álpapír og bökunarpapír og hreinsiefnum og bara mengunin frá bílum og allt í umhverfinu okkar það er svo mikið sem að draga frá okkur heilsunni og þetta eitthvað sem að eins og ég sagði áðan, við þurfum ekki að missa vitið yfir þessu en við ættum að vera meðvituð um þetta og svona reyna að byrja að taka eitt og eitt skref út af því að því fleiri sem að taka skrefið því meiri líkur á að fyrirtæki byrji líka að taka skrefin þannig að þegar þú fer næst út í búð eins og við erum bara að sjá nú getur við keypt út í krónunni í Lindum, þar getur við farið með þína glerflösku og fyllt á mjólk skilur og þar með eru minni líkur á að út af því að þetta náttúrulega allar fernur og allt, þetta allt plasthúðað náttúrulega kannski engin hiti á þessu en maður velti því samt fyrir sér hversu mikið að síast þarna úr plastinu út í afurðina sem þú ert síðan að neyta og því meira sem við getum byrjað að draga úr þessu og ekki náttúrulega bara fyrir heilsun okkar heldur líka bara fyrir umhverfið eins og hefur verið mikið í umræðinni að þetta hefur allt að segja og kannski eitt meira með þetta bara svona ótrúlega áhugavert ég hvet fólk til að horfa á myndina á Netflix sem heitir Dark Waters þar verið að tala um Teflon fyrirtæki sem að byrjaði með Teflon sem að húðar alla pönnur og kannski segja ekkert meira en það bara ég mæli með að fólk horfa á þessa mynd Dark Waters já, þetta Dark Waters og þetta gefur svona ákveðni innsýn inn í hvernig bara mikið af þessum iðnum virkar og hvernig reynt að svona bæði fría sig ábyrgð og ef það einhver rannsókn sem kom út sem að hendar ekki bara þeirra í rauninni
afrakstri og tekjum og öllu því að þá bara svolítið ítt í til hliðar. Já. Það ekki rosalega mikið seiðferði oft í þessu og maður hugsa að það oft vandamáli held ég þegar þú komið eitthvað risa fyrirtæki með 100 eða 1000 starfsmanna. Það svona auðvelt að enginn taki ábyrgð á neinu og seiðferði farið svona svolítið undir gluggan og það bara í rauninni gróðin sem að verður bara priority nummer 1 og það náttúrulega mun bitna á okkar heilsu. Þannig við erum komin á stað í dag þar sem að það svo ótrúlega mikilvægt að vera meðvitaður neytandi út af því að það engin annar að spá eða hugsa heilsuna þína heldur en þú sjálfur. Þetta bara, þetta sko, þú þyrftir að segja þetta aftur en þetta svo mikilvægt út af því líka að, þú veist, þetta ekki instant, þetta ekki, sko, þú færð ekki, hvað maður segja, instant gratification út frá því að borða holt og þú færð ekki heldur sko höggið leið ef þú borðar eitthvað óholt. Nei. Og það sem svo hræðilegt við þetta bara eins og hormónabreytandi efnin eins og hún Una Emils talar svo mikið og eins og þú ert talað svona microplastics og allt þetta. Þú veist, að börn sé að fæðast bara með eitthvað galla og bara strákar með eitthvað, þú veist, kynfæra issue. Já, spangarhaftið. Já, einmitt, sé minna. Var Una að tala um það? Já, einmitt. Þetta sem sagt, byrja líka að koma meira á yfirborðið. Það ótrúlega áhugavert að í rauninni við erum að sjá að spangarhaftið sérstaklega á strákum að minnka í rauninni, það að draga saman sem á að vera vísbending í rauninni svona mikið exposure af þessum efnum, hugsanlega í móðukviði eða eitthvað svoleiðis og þetta að hafa áhrif á frjósemi kalla. Já. Og hugsanlega, og þetta skils mér að sé óafturkræft, þannig að ef þú fæðist í rauninni með þetta svona dreigið saman, ég þekki þetta nú alveg nógu vel, ég var bara að hlusta á einhvern faraldsfræðing sem var að ræða þetta en bara svona að hugsa sér eitthvað svona sem við erum algjörlega ómeðvituð bara í rauninni að hafa þvílík áhrif á heilsun okkar. Já, einmitt, og við erum bara með mælikvarðan, ertu feitur eða ekki, sko? Einmitt, það eina sem við spáum í bara, hvort þú sér feitur eða ekki. Einmitt, og á þessum nótum kaloríur inn, kaloríur út sko, það náttúrulega svo umræða og ég búin að hugsa þess það út af því að þarna ég að segja bara, þú hefur einungis, þú veist hvort þú sért að komast í betra form með því að horfa í speil og hvort líka það sem þú sér eða ekki, en þú veist ekkert hvort að barnið þitt fæðist með minna spangarhaft eða ekki, skilur, hryllilegt en að mælikvarðinn á heilbrigði verði kaloríur og sérstaklega bara í þessum heilbrigði skeira, fitness industry, þú veist, fólk sem vinnur við að koma öðru fólki í form, að grípa til svona einfalds tækis, mér finnst það eiginlega bara skaðlegt, sko. Það það og ég held að þetta hafi ítt undir svona það hugafar hjá okkur að við spáum ekkert í næringu í dag, við spáum bara í hitaeiningum. Þannig við erum ekkert að hugsa þegar við fáum okkur á diskinn, við erum bara að hugsa er þetta fitandi, er þetta að fara að fita mig og það í okkar í rauninni skilningi óholt eða holt. Við erum ekkert að hugsa hversu mikið næring í því sem ég að fara að borða og hvaða áhrif mun það hafa á síðan bara líkamsstarfsemina mína. Og því að allur líkaminn og öll kerfi líkamann stóla á næringarefni og steinefni til að fungera og sinna sínu. Einmitt. Þannig að ég var einmitt að ræða bara við einn í gær sem að var búin að vera í svakalegu vesenni með ónæmiskerfis, þetta var bara krónískt veikur, fer til læknis og læknirinn lætur hann fá einhverja svona sinkformúlu. Sink náttúrulega þvílíkt mikilvægt fyrir ónæmiskerfið. Bara það hann tók inn þetta sink í einhverja daga vikur að þá allt í einu bara hættan að vera svona mikið veikur og hann búin að vera alveg krónískt alltaf með einhverja kvepestir og flensur og bara hálf rúmliggjandi og bara svona til að sýna í rauninni hversu mikil áhrif bara eitthvað svona einfalt næringarefni gæti haft og þannig gefum okkur það að hann hafi bara verið þvílíkt deficient á sinki vantaði bara, líkamannum vantaði sink til að hafa þessi efni til að ónæmiskerfið hans gæti síðan fungera. Það var bara eitt púslanda sem að vantaði inn og líkaminn var bara pínu desperate og þetta held ég að sé að gerast svona einhverju leiti hjá rosalega mörgum. Það sem það vantar einhver næringarefni, líkaminn reynir eins og hann getur að svona bæta upp fyrir þetta stundum með því að í rauninni taka úr bara svona eigin auðlöndum, hann getur sótt kalk úr beinunum okkar til að nýta ef hann þarf og alls konar svona hlutir. En á einhverju tímapunkti
að þá getur hann ekki meir og þess vegna finnst mér svo skrítið að við erum ekkert að spá í því þegar við skömmtum okkur eða eldum okkur mat bara ok, hvernig get ég hámarka næringagildið hvaða næringur ég að fá úr þessu mat skilur og hugsa út frá þeim sjónaból út af því að það skiptir svo miklu meira máli sérstaklega í dag heldur en hitaeiningar það engin í dag í vestrænum heimi sem að á í vandræðum með að fá nógu mikið hitaeiningum minn bara aðgengislega séð við erum bara það er allt yfirfullt af hitaeiningu í kringum okkur það ekki vandamálið er næring við erum á þessum svona paradoxical stað í dag að við erum upp til hópa og feit en á sama tíma vannærð sem ótrúlega grillu staða að vera að maður bara svona maður myndi ef við myndum fara einhver 100, 200, 300 ár tilbaka og pitcha þessu konsepti það fólk myndi ekki trúa því að við værum að þeim stað þar sem að við erum vannærð á sama tíma og við erum að innbyrða ógeðslega mikið eða of mikið af mat og bara komst svo auðveldlega í snertingu við matvæli bara er aldrei verið auðveldra og fyrir ekki, vandamáli líka við þetta er að síðan þegar við förum í blóðpröfu eða til læknis og ætlum að skoða þessi gildi að þá eru við líka svo fókusir á það bara hvað eru mörkin sem bara er nóg, rétt sleppur við erum alltaf að hugsa bara minimum svona effective dose þannig að þú ferð í blóðpröfu og þú ferð bara grænan þumal frá lækninum út að þú varst innan þessara marka en þessi mörk eru kannski bara rétt það sem er yfir í rauninni bara lágmarkinu það sem er rétt yfir bara næringaskorti við eigum ekki verið að hugsa hvernig getum við rétt yfir mörkin og næringaskorti við eigum verið að hugsa hvernig við getum við optimiserað heilsun okkar. Já og líka ef þú ferð þar niðurstöður að þú sért bara normal, sem að sé bara normal þú ert bara í meðaltalinu já frábært, meðaltalið, þar sem að þú ert að drepast í maganum og með hausverk og keyrir á kaffi allan daginn og endar á því að 1/3 af Íslendingum fær krabbamein og helmingur og feitur og allt þetta maður bara svona, það er engin gildi sem er að fara að segja þér. Nei, og þetta svona vinnum við með þetta, við finnum þessi viðmiðunarmörk, þetta norm sem við erum að vinna með eins og í alls konar svona vítamínpröfum og ýmis blóðgildi, þá er fundið eitthvað svona hvað er eðlilegt og þetta er allt byggt út frá í rauninni heildinni í dag og þessi gildi er að færast til og frá og færast eftir því sem að okkar heilbrigði breytist og staðin er bara því miður þannig í dag að meiri hlutin af fólki er ekki við svona ákjósanlegt heilbrigði og ef ég ætla að fara þá í einhverja blóðpröfu eða mæla einhver vítamingildi og ég fæ að heyra ég er akkurat í miðjunni á þessum viðmiðunarmörkum, það sem þykir eðlilegt, að þá er það í rauninni miða við, myndi ég halda, óheilbriðan hóp. Þannig að þetta er rauninni gagnslaust fyrir mig, út af því að ég vil hugsa hvað er optimal. Akkurat. Hvað gerir mig, hvað kemur mér í framúrskarandi heilbriði, ekki hvað heldur mér rétt yfir næringaskortsmörkum. Og ég dæmi engan fyrir að maður þarf alltaf að ganga út frá einhverju og vera með einhvers konar verklag og vinnureglur og það auðvelda leiðin er ofta ekki svo besta og þar finnst mér svona svolítið gagnrýnin liggja á kaloríur inn, kaloríur út, það er svo auðvelt að setja þetta og það er alltaf hægt að færa eitthvað rök fyrir því, já en fólk lærir á mataræði hvað er mikið af kaloríum í þessu og hinnu, bara klárlega, en minnst líka kannski gleymast í þessu að það er alltaf sett samansemmerki á milli, á ensku calories ingested, saman sem calories digested, bara að allt sem þú innbyrðir er það sem þú meltir og eins og það bara ef þú ert brjála að gera, mikil streita og þú ert í parasympatíska taugakerfinu eða sympatíska taugakerfinu og meðan parasympatíska er rest and digest eða ekki, þannig þú ert ekki í slökun þú ert ekki í þessu meltingar ástandi og ert að borða, finnst þér líklegt að þú bara takir inn allar kaloríurnar og öll næringarefnin jafn auðvitað og þú værir bara vel hvíldur og í þessu rest and digest ástandi. Algjörlega, og þetta eru náttúrulega hluti sem að mjög fáir spá í og ef við hugsum bara hvernig samfélagið okkar er líka uppbyggt í dag þar sem að allir eru alltaf á spani og það er brjálað að gera og það er þvílík pressa á fólki og allir eru svona svolítið tjúnaðir, það á alltaf gerast í gær og það er svolítið, finnst mér svona feelingurinn bara í samfélaginu og þetta verður til þess að við erum alltaf eiginlega held ég svolítið svona í aðeins tjúnaðar ástandi heldur en við ættum að vera í ef þú finnur bara, segjum að þú farir í spa þá allt í hennu bara, wow, ég er svo slagur
ef við spáum í því, þetta kannski eðlilegt ástand? Ætti þetta að vera daglegt ástand? Og svo einstöku sinnum, bara ef við hugsum langt aftur í tíman, bara svona frumbyggja tímar, þar sem að það komu svona einstaka megastressorar, eitthvað dýr sem að byrtist á svæðið og þú þurftir að ferði alveg þvílíkt fight or flight, en restina tímanum bara rólegheit og hópurinn saman og afla matar eða hvað það og við sjáum þetta, ég meina þú getur farið og fylgst með ættbálk eins og það Hadza ættbálkurinn í Afríku, það sérðu svona svolítið hvernig við erum búin að lifa síðustu 200-300.000 árin og þarna sjáum við þessi mynstur. Þarna rosaleg einhvern veginn yfirvegun og svona afslappaður fílingur heilt yfir í rauninni megnið á deginum alla daga. Já. Ef við hugsum til þess, ætti þetta ekki að vera normið í dag, þar sem við erum bara rosa einhvern veginn afslöpuð og róleg mest megnið á tímanum og munurinn að fara síðan og setjast og borða þegar þú ert svona slagur eins og þú varst að nefna með bara hvernig við erum að komast dýpra inn í þetta rest and digest mode, þetta parasympatetiska kerfi og þar leiðandi verður örugglega miklu betri upptakan á næringarefnum, meltingin betri og okkur mun líða miklu betur. Þannig að þarna er þetta komið með stóra breytu inn í þessa kalori inn, kalori út umræðu sem fær ekkert vægi og ekkert umtal og það er að halda áfram með alls konar svona hluti sem að spila inn, líka bara ef þú borðar heilt yfir frekar illa, þá ertu örugglega með króniska bólgur í meltingaveginum og sjálfsögum en það hafa áhrif á hversu góð upptakan verður á næringarefnunum. Einmitt. Og þetta, ég meina, þetta frásóast ekki eins vel þegar allt er upp bólgið og það er náttúrulega þetta fyrirbæri sem kallast svona, líki götti eða þannig, það sem meltingaveggurinn er svona farin að í rauninni, hvað maður segja, bara leka og bara skerðast. Þannig að það eru alls konar svona hluti sem að spila inn í þetta og þetta er eitthvað sem ég heldur við ættum að vera að gefa meira vægi heldur við gerum í dag. Fókus að minna á eins og bara kaloríurnar og bara hvort þessum að fitna að léttast út af því að þó að halda sér í heilbrigðu líkamsformi er mikilvægt en það verður yfirleitt aukaverkun þegar við förum að horfa á þetta út frá bara að efla heilsuna út af því að yfirleitt þegar þú eflir heilsuna að þá kemst í gott form út af því að það hangi saman að vera í góðu formi er að vera í heilbrigðu líkamsformi en það er samt, þú getur verið líka í góðu formi en verið í rauninni óheilbrigður þannig að ef við förum að hugsa heilsuna fyrst og fremst þá mun líkamsformi fylgja en ef við förum að hugsa bara líkamsformið þá mun heilsan ekki endilega fylgja. Nei. Skilur? Akkurat og bara eins og verið í óheilbrigðu formi ég minna og bara eiga í óheilbrigðu sambandi við mat og allt í tengslu við það það er bara hryllingur að búa til einhvers konar grundvöld fyrir því og ég líka svona þú veist, með næringu sérstaklega, en það er þetta hægt að heimfara yfir allt, bara svona því meira sem ég sökkum róni í þetta, því meira líða mér bara ef ég veit að ef ég tek eina bóki viðbót þá mun mér bara líða meira eins og ég veit ekki raskat hvað ég er að læra hérna en ég er samt svona fundið eitt svona silver lining í þessu öllu saman, sem er það að ef ég gerir einhverja breytingar eftir því sem ég kynni mér hlutina betur, þá er það oftast í áttina því að borða nær því nær svona frumbyggja levelinu, eða skilur hvað er bara. Já, út af það nefndir Hadza náðan sko. Það er alltaf mikið verið að fjalla þau. Var það bara meat and fruits eða? Mestmengnis, já. Já, og eitthvað hunang og svoleiðis. Paul Saladino, þetta er mikið að tala um Hadza. Hvað er þú í dag á mataræði og svoleiðis? Skilgrunir eitthvað? Nei, ég hef aldrei verið mikið fyrir neina svona matakúra og ég elska að borða þannig að ég bara elska mat og borða góðan mat þannig að ég hef prófað alls konar, mér er gaman bara að taka svona sirpur, það sem er líka bara til að hafa reynsluna til að geta miðlaði áfram til skjólstæðinga og þess að Já, það er alltaf skemmtilegt challenge sko og bara, þú veist, ég vil ekki hljóma eins og ég hati calorie in, calorie out, en þú veist, það er líka bara gott challenge, ég meina, og ef þú vilt bara átta því hvað ákveði margar hittæningar gera fyrir þig eða whatever, bara gerðu, mér er alveg sama hvað gerir sko. Og sko kaloríu fyrirbærið er náttúrulega sniðugt líka stundum bara til að byrja með, til að fólk fái smá tilfinningu fyrir bara hvað eru marga kaloríur í út að það er alveg verðmætar upplýsingar en átt að stóla á það sem eftir að lífiðinu ég held að fæstir ef einhver sé þar en ég, eins og ég horfa á þetta þá er bara staður og stund
fyrir þetta allt saman og það fer eftir því bara hver þín markmið eru, hver þú ert, hvernig heilinn þinn virkar. Sumir þrífast á því að fylgjast með, eru bara svona prógrameruð Excel-skjöl sem að fíla bara að fylgjast rosa mikið með hitaeiningum og öllu þessu og vilja trakka og monitora allt og þá það kannski, eða þá það bara gott að blessað og eitthvað sem að henda þeim. En ég held að flestir eru meira þar að þeir vilja ekkit setja of mikið púður í það að vera að spá í mataræðinu og þess að og þá finnst mér svona góð þumalputtaregla að bara hugsa svona fyrst og fremst að borða eins nálægt upprönnum og mögulegt út af því að þar erum við að fá bara heilsteypta góða næringu. En þarna eins og staðan í dag að þá þarfum við náttúrulega líka að passa, þú getur fengið lággæða dýraafurðir og þú getur fengið lággæða grænmeti og ávexti, þannig að þú ert að passa í rauninni hvaðan það kemur. Það er ekki nóg bara að hugsa kjöt og grænmeti eða kjöt og ávexti. Við þurfum svolítið að spá í gæðunum. Bara, þannig staðan í dag. En hvað mig varðar, ég svona fyrir ári síðan að þá prófaði ég þetta karnivórmataræði og var þá að taka bara eins og ég hef tekið svona sirpur á keto og paleo og öllu þessu og þá ákvað ég að taka mánuð og prófa karnivór og fyrir það sem ekki vita þá karnivór í rauninni bara dýraafurðir og ég tók hann að janúar í fyrra þá tók ég mánuð í því bara klippti allt annað út og fyrir utan að ég var svona, mér vantaði svolítið orku á æfingum að þá leið mér ótrúlega vel, bara rosalega skýr og skarpur með rosalega jafna orku og bara það er svona að kveiknaði einhver svona bara lífsorka í mér, ég veit ekki hvað það var nákvæmlega, en ég hugsa að það er náttúrulega kreatín mikið í kjöti og svona kannski við það spilaði inn í, mér fannst ég mjög svona einhvern veginn sterkur á æfingum og ég var bara svona ferskur eina sem hefði vantað þarna upp á var svona eitthvað aðeins meira af kolvetnum sérstaklega í kringum svona krefjandi æfingar. Já. En aðurlið, já, og svo ætla ég að tala um meltinguna. Mér leið bókstaflega eins og meltingin á mér, bara ég væri ekki með meltingafæri. Ég bara fann ekki fyrir meltingun á mér. Nei, ok. Bara rúllaði allt eins og bara upp á 100. Og ekki það að ég er ekki að díla við meltingavandamál almennt, en bara maður fann ekki neitt. Það er svona stundum sem maður fær sig kannski hafragraut eða eitthvað og þú ert svona aðeins svona smá einhvern veginn uppþemba eða einhver vindgangur eða eitthvað bara, þú bara fannst ekki fyrir henni, ég fann ekki fyrir henni. Þetta er svo mikilvægt mælitæki sko, einmitt meltingin. Já, algjörlega, og ég hugsaði bara fyrst og fremst þannig, ok, mér líður svona brjálæðslega vel á þessu og eftir þetta þá eiginlega fór ég bara í það að ég innleiti svona það sem að það er alls konar grænmeti og eitthvað sem ég finnst bara mjög gott og svona, þetta er svolítið einhæft að vera bara í kjötinu og svona erfitt í félagslegum aðstæðum. Þannig að ég innleiti bara það sem að mér finnst best, sem er eins og sveppir og laukur og hvítlaukur og svona tómatar og eitthvað, en var mestmegnis í kjöti og dýraafurðum og ég hef svona nokkurn veginn viðhaldið því síðan, ég svona fer mismönd út á sporum eftir bara hvað er að gerast og hvað ég er og svona, en ég myndi segja ég sé svona 80%, 70-80% bara dýraafurðir í dag og borða síðan eitthvað grænmeti ávexti með því og svo bara svona eitthvað tilfallandi hér og þar. Mér er svo hættulegt að þegar maður tekur skilgreininguna sko og ég veit þetta er margtökið en bara, þú veist, ef þú var að rembast við að vera karnivór, skilur, en þeir langar samt í sveppi eða eitthvað svona, þú veist það bara, hvað ætlar að draga þessa línu sko? Sérstaklega sko, maður skilur það eins og þú varst að tala um áðan þennan bardagamann sem að er með þennan heilsukvilla, þá getur svona mataræði verið rosalega skilvirt í að í rauninni bara svona vinna það tilbaka. Hann heiti Chad Mendes fyrir þá sem ég bara kom til mér núna. Já, Chad Mendes og þá kannski þarf hann að vera svona strangur. Þetta er í rauninni bara svona ákveðið form af svona það sem kallast elimination diet. Já. Það er svona að taka alla hugsanlega svona áhrifavalda á mataræða meltinguna sem getur verið að hafa neikvæð áhrif á þig. En fyrir bara svona einhvern meðalmann eða einhvern sem að langa bara að fara á karnivór, þá finnst mér svona pínu fyndið þegar menn festast ómikið í svona einhverjum ramma, það sem einmitt þeir langar rosa mikið í sveppi eða eitthvað, en út af því að þú ert karnivór að þá má það ekki. Einmitt. Þar held ég á sért að stilla sjálfu er bara svolítið upp fyrir feiljur, að þú veit að
ég held að þetta verði ekki sustainable til lengri tíma. Nei. Út af því að þarna ertu svona komin í einhverja togstreitu við sjálfa þig í staðin fyrir bara að finna einhvern svona milliveg fyrir þig, hvað henta þér. Ég meina, fyrir mig, ég elska að borða inn á milli sveppi og lauk og eitthvað, af hverju ekki bara innlega það, og sérstaklega ef þið líður áfram vel að því að það er ekkert að trufla því meltingunni eða þetta er ekki að hafa neikvæð áhrif á hausinn á þér eða andlega heilsu eða hvað það er, líkamlega heilsu, að af hverju ekki. Og ég held að allavega ef eitthvað má marka öll þessi svæði þar sem að Weston Price skoði, hann skoðaði náttúrulega þessi 14 mismunandi lönd, rosalega fjölbreytt mataræði. Ég meina, ef við skoðum til dæmis Grænlendingar á þessum tíma borðuðu mestmegnis bara dýraafurðir og voru þvílíkt hraust og heilsugóð, en það var náttúrulega óks ekkert grænmeti eða ávextir meiri hlutan árunu, þannig að þetta fólk stólaði bara á selkjöt og fisk og rosa mikið af bara dýraafurðum, og eitthvað sem að kannski hefðbundin hjartalæknir í dag myndi halda bara hver einn og einasti ætti að vera með væri búin að fá hjartaáfall og vera með kransastíflu út af þetta var svo mikið mettufita. Og svo varstu með hinn pólinn sem var kannski Ástralía, þar sem menn voru meira að vinna með alls konar rætur og rótagrænmeti og eitthvað svoleiðis, og þar að leiðandi aðeins minna af dýraafurðum. En það sem að öll þessi samfélag áttu sameiginlegt, allir í rauninni, eða svona undirstaðan á öllum mataræðum var dýraafurðir. Þessi maður Weston Price, hann var sjálfur grænmetisæta á þessum tíma, hélt að hann myndi finna að það væri lykillinn, að samfélagin sem væri grænmetisætur væru heilbrigðust, en hann fann enginn í rauninni samfélag sem að voru grænmetisætur. Allir borðuðu eitthvað af dýraafurðum, mismiklu mæli, og flestir stóluðu mest á, eða svona héldu mest upp á innmatinn, út af því að öll skepnan var alltaf nýtt. Það var fólki var mjög umhugað að nýta alla skepnuna, það var alltaf ekkert auðvelt að komast í mat, og þá var innmaturinn mest metin út af því að það er næringaríkasti hlutin af skepnunni. Já, tölum aðeins innmat. Ég myndi segja að ár lifrarinnar hafi verið 2021 eða mögulega núna 2022. Þetta er þvílíkt trend. Það getur verið. Liver King kominn sterkur inn á samfélagsmiðla líka. Þvílíkur karakter. En já, algjörlega. Og þetta er svona að verða svona koma meira upp á yfirborðið bara hversu raunverulega næringaríkur innmaturinn er, og þá sérstaklega lifrin. Lifrin er svona konungur innmatsríkisins. Einmitt. Og bara meiri sem að horfir á næringagildi eða bara þú veist, vítamín og steinefni og svona, þetta er alveg sjokkerandi mikið Algjörlega, og ef við hugsum bæði bara það, og líka ef við hugsum næringagildi per hitaeiningu, að þá er þetta bókstaflega næringaríkasta fæða í öllum heiminum. Já, ok. Ef þú hugsar og burt sér frá í rauninni hlutfallslega per hitaeiningu, þá held ég að þessi samt sem áður heilt yfir næringaríkasta fæða sem þú kemst í öllum heiminum. Og ef við horfum á til dæmis vöðvakjöt, bara nautalund eða eitthvað, er mjög næringarík. Fólk hugsa yfirleitt bara kjöt sem uppspretta af próteini, en kjöt er mjög ríkt af alls konar mikilvæg næringarefnum. En ef við berum það saman með til dæmis lifur, að þá erum við að sjá 10 alltaf 100-falt meira magn af næringarefnum í lifrinni með við vöðvakjötið. Okay. Og hvað þá ef við myndum bera saman lifrina við eitthvað eins og bara sólblómafræ. Það eru að sjá bara, þú veist, stundum örgulega 1000-falt magn af hinum á þessum næringarefnum. Og líka næringarefnum sem maður sá nú alveg fyrir að það væri þarna í þessu en bara magnesium og einhver A-vítamín og þess aftar, þetta er bara smekkfullt af þessu. Algjörlega, og öll B-vítamín. Já, einmitt B-vítamín. Fyrir andlega heilsu og þess aftar. Alltaf þvílíkt öflugt. Akkurat. Og ég horfa á þetta þannig að inntakan mín á innmat er svona mín svolítið næringalega trygging. Ég veit að ég er að fá svo rosalega mikið magn af ótrúlega fjölbreyttum næringarefnum. Svo varst að segja, A, öll B-vítamín nánast, K2, járn, sink, eitthvað magnesium, ef þú borðar ef þú fær hráa sem eins og ef þú tekur inn í töfluformi, svona frosturkað, þá ertu að fá líka smá C-vítamíni og svona mætti lengi telja.
þannig að þú ert að fá svo breiða flóra á næringarefnum og ég líti á það sem mína svona næringarlegu tryggingu, ég veit bara ef ég tek inn þetta magn svona kannski 200-300 grömm af lifur á viku að þá veit ég að ég er búin að tryggja mér svona pottitt magn af hellinga næringarefnum. Einmitt. Þannig að þetta er svona bara svona öflugt bara til að tryggja þér að þú sérst að fá x mikið af hinn og þessu næringarefnum og svo náttúrulega bætist ofan á allt annað sem þú borðar en þannig svona hugsa ég svolítið þetta. Líka bara, út af þú ert að nefna svona, ef maður lítur til fortíðar þá varu þeir svolítið að vinna með innmatinn bara viðsvegar á heiminum. Ég meina, Íslendingar þurfi ekki meira að líta lengra heldur en bara þorramatur. Ég meina, hrútspungar og allt þetta dæmi og ég meina, og uppskriftir bara eins og amma bara, mamma alltaf að tala já, amma henn gerir svo góða lifur og þessi uppskrift úr þessari dönsku bók og það er bara kafli sem heitir bara innmatur, bara svona að elda hjörtu og nýru og lifur, allt þetta. Og þetta er bara svona á síðustu bara 50 árum kannski ef við horfum á Ísland að þá er þetta svona hægt og rólega fjara út. Ég meina, unga kynslóðir í dag hugsa til innmats bara og finnst þetta viðbjóður. En ef við skoðum eins og þú segir aðeins aftur í tíman að þá eru hrogn og lifur og hjörtu og allt þetta notað í miklu meiri mæli, hrútspungar og allt þetta út af því að það er líka svo stutt síðan við skriðum upp úr torfkónum. En svo eru aðra þjóður önnulönd þar sem þetta er svona aðeins lengra frá þeim en ef þú horfir nóg langt tilbaka þá eiginlega allstaðar sérðu þessar venjur og þessar hefðir rosalega sterkar hjá flestum samfélum út af því að áður en að við gátum bara hoppað inn í næstu maturverslun og gripið okkur hvað sem við vildum þá vorum við að slátra skepnum og veiða okkur til matar og ef þú hugsar, ef að þú ert einhvers staðar í óbyggðunum og þú finnur eina skepnu sem þú nær að veiða þú ert að sjálfsögða að fara að nýta hvert einasta snifsi af henni og það höfum við alltaf gert og nú í dag kunnum við ekki að meta næringuna sem við fáum úr alls konar mismöndi hlutum af skepnunni. En tengið þú ekki við það bara eins og við vorum að tala um byrjun bara kraftliftingarnar og lifta og svona, þú veist, þá er þetta allt svolítið bara flokka sem prótein, skilur, bara prótein og bara kjúklingur bara, þú veist, og maður kannski slésast til að hugsa og veit ég ekkert hvort ég hafa rétt fyrir mig ekki, að innmaturinn, þú veist, það hafi bara verið svona lægri sort, þú þurftir að borða á þetta bara fátækt og bara maður þurfti að harka svolítið, en síðan kemur ljósa bara, við þegar við eigum allt sem okkur langar í, þá erum við að borða, þú veist, kjúkling sem var á lífi í 2-3 vikur og þú veist, og við flokkum að bara sem prótein og það er það besta og erum að hlæja síðan að einhver var að borða hrútspunga sko. Jú, algjörlega, ég meina það er ekki langt síðan að augu mínu opnuðust fyrir þessum nýja heim hvað næringu varðar. Ég hélt á tímabili þegar ég var á kafiliftingunum og borðaði Domino's pítsu 3 í viku og var bara með allt niðrum í mataræðinu að á þeim tíma fannst mér ég vera bara í ágætismálum. Ég hugsaði bara, ég meina, hvað, þú veist, þessi pizza, þetta er smá hveiti og svo er þetta eitthvað kjöt á henni, þar er ég að fá smá prótein og osturinn, einhver fita og eitthvað, ég meina, ég hugsaði bara, þetta er bara orka. Ég er að styrkast. Já, og ég var bara spá í rauninni að hólki í mig eins miklu mat og ég hugsaði, þú veist, þetta bara gerir sitt, skilur við. Og ég meina stundum með elda kannski einhverju töppuverskál bara pasta og svo setti ég tómatsósu út á eða eitthvað skelt ég væri að slá í gegn með allt niður mig og þannig ég sko maður kennir fólk ekkit endilega þegar það er bara svona frekar clueless þegar kemur að matarni, þetta er líka alltaf, þetta er rosalega flókið allavega þegar þú horfir svona fyrst á þetta en þetta þarf ekkit endilega að vera svona flókið en það er búið að gera þetta rosalega flókið fyrir okkur bæði út að við erum komin svona x langt frá heilbrigði og það er náttúrulega líka alls konar hagsmunaöfl sem er að reyna að ýta þér í hinn og þessu áttina og öll markasetningin á hinn og þessu og svo náttúrulega ferð þú út í búð og það er búið að stimpla á hérna þetta er svaka holt og þetta er svona og þetta er keto og þetta er paleo að sjálfsögðu er þetta villandi fyrir fólki þannig að maður svona getur ekki bleima fólki fyrir að vera bara, vita ekkit hvert á að snúa sér. Nei. En, já. Þannig að þetta er, þú veist, ég meina lykillinn að þessu er alltaf bara að reyna að borða mat í svona næst sínu upprunalegri mynd og já, hvað bara í Whole Foods, er það ekki svolítið skilgreiningin á þessu? Í grunninn sko, og til að koma með svona shameless plug hérna, þá náttúrulega skrifaði ég þessa bók mína sem heitir Borðum betur fyrir ári síðan og þá nákvæmlega ástæðan fyrir ég skrifa hana var bara þetta, ég er búin að vera að vinna með skjólstæðingum í mörg ár og alltaf svolítið svona sama rullan sem að ég er að flytja fyrir fólk
og mikið af svona sömu einhvern veginn vandamálna, þar sem fólk bara veit ekki alveg hvernig það á að snúa sér í mataræðinu. Þannig að ég hugsaði bara, hvernig get ég skrifað einhverja bók sem að gefur þetta, eða svona leggur þetta allt niður svolítið bara í skrefum, gefur svona ákveðið blúprint af því, ekki hvernig þú getur fyllt einhverju ketomataræði eða fyllt einhverju matseli, heldur hvernig þú getur tekið og hort á þitt mataræði eins og þér í dag og byrjað að taka sér skref til að svona umbreyta því og gera það heilbrigðara. Algjörlega. Út af því að þannig að mínum mati það eina leiðin til að ná langvarandi árangri, það að horfa á hvernig þínar venjur og þínir lífstilhættir í dag og byrja að tweaka þá og svona aðlega þá og mjaka þeim síðan í það átt sem þú vilt stefna. Út af því að það hendar ekkit endilega þér það sem ég að gera. Þú þarft að vinna með hvernig þú ert búin að svona koma þér í eitthvað comfort zone og svona mjaka þér þaðan. Skilur hvað að fara. Já, algjörlega. En ertu þarna að horfa á, sko, þú veist, ég meina, en eins og bókin, þú skrifar hann ekki með þeim tilgangi að bara fólk geti, þú veist, það ekkert að grennast með því að fylgja því sem að þú ert að mæla með það. Ég tek það fram í bókinu og eins og ég nefndi áðan að leið og byrjar að innlega þessar hluti, þá mun hitt óhjákvæmilega fylgja. Og það bara ákveðin prinsipana og við getum svona snert á því eins og bara próteinintaka. Ef þú einblínir meira á til dæmis að tryggja þér nægilegt prótein, að þá að öllum líkindum myndu léttast í kjölfarið. Út af því að prótein ógeðslega seðjandi orkuefni og þegar þú borðar meira próteini, þá eru minni líkur á að þú farir í að borða eitthvað óhollara eða bara of mikið af hitaeiningum. Þú ert ekki þarna að spá í hitaeiningum, þú ert bara að hugsa, ok, ég ætla að tryggja hérna nægilegt magna próteini og svona meðvitaður hvað þú færð hvar prótein að finna og þar á leiðandi verður bara svona óhjákvæmileg aukaverkun af því fitutap eða bara að þú komist í þitt optimal form og þannig eins og ég í dag ég spái aldrei hitaeiningum, ég bara með þessi svona prinsip sem að ég fylgi, þetta svona vegastekur sem ég nota bara þegar ég að fá mér að borða og þannig í rauninni svona bara á mjög áreynslulausan hátt held ég mér alltaf í bara sæmilegu standi og það algjörlega óháð hreyfingu og þegar hreyfing ekki besta leiðin til að koma sér í form hreyfing mikilvæg fyrir heilsuna og bara að rækta skrokkin en mataræðið aðal byrjunarpunkturinn þegar kemur að því að í rauninni halda sér í góðu formi og eða bara í rauninni halda sér í góðu svona líkamlegu líkamlegu formi. Þannig að við ættum alltaf að vera að hugsa fyrst og fremst hvernig við getum sett upp mataræðið þannig að það viðhalda okkur í góðu standi burt sér frá því hvort að við séum að djöflast eins og skepnur í ræktinni. Og út af því að það verður oft vítarhingur og það býr oft til meiri vandamál heldur en að það leysir ef að þú ert að fara inn með því í rauninni hugafari þá fer þetta að vera svona einhver refsing og þú verður óánaður með hreyfinguna nema þú hafir djöflast nóg mikið og ef þú svitnar ekki nóg mikið þá varst ekki að brenna nóg miklu og þá allt ómögulegt í staðin fyrir að hugsa hreyfingu sem bara eitthvað ánægilegt og skemmtilegt og eitthvað svo gaman af og ert að rækta skrokkiðinn og verða skilvirkar í að beita líkamanninum að þá getum við svona aðgreint þetta. Hreyfingin þar, mataræðið meira upp á holdafarið, heilsuna, tryggja næringuna og allt þetta og já, þannig að í svona löngu svari þá þetta óhjákvæmileg aukaverkun myndi ég segja í langflestum tilfellum. Nei, algjörlega og líka bara fyndið að hugsa út í það, þú veist, líkamsrækt og það ég bara alveg, ég þekki ekki annað en líkamsrækt síðan bara hitti marga fólk eitthvað, ég fyrsti engaþjálfurinn á Íslandi, ég bara, ekki fólk bara búin að stunda líkamsrækt frá öru við alda, skilur, já, Guðni Gunnars og líka bara ég hitt, eins og liftarar sem bara, liftarar mennskir liftarar sem, opnuðu fyrsta gym á Íslandi og eitthvað svona og bara, það ekkert basic að stunda líkamsrækt, fólk var bara í líkamlegri vinnu, þetta var ekkert þetta inn og út núna eitthvað, ef ég fæ með pítsu í kvöld og teki æfingu á morgun eða ég tek æfingu á eftir og þess vegna má ég fá með pítsu, þetta verður til og þú þekkir væntanlega Jason Fung, sem talar mikið fyrir bara föstum og í kringum sykursýki. Ég held að var fyrirlesturinn hans vona mig segja minna rétt bara Why are there fat doctors? Bara akkur til feiti læknar og þá hann að tala sko hvað þetta í rauninni hentugt að geta sett ábyrgðina yfir á neytandan bara, og eins og aftur með calorie in, calorie out bara ef þú mátt fá þér
hvaða kolvetni sem x mikið yfir daginn, það má vera þessi gósdrykkur, skilur, það má vera þessi sykur, það má vera sæt kartefla, veist, og síðan balansa þú þetta bara sjálfur með þínum lífstíl að bara hvað sem að hreyfing eða hvaða nú þetta svona, mér finnst þetta smá ósangjant og ég vil ekki láta það hljóma eins og maður eitthvað viti betur og bara fatta hvernig þetta virkar, en með því að einfalda þetta svona, þá getur þá hægt að smegin svo mikið að óheilbriðum lifnarháttum sem eru samþyktir, skilur. Veist, ég að telja makrós, ég samt að borða ógeðslega mikið að sykri. Já, ég má borða svona óholt út af því ég hreyfi mig síðan á eftir og þá bara til alls konar hugsanavillur. Algjörlega. Og þetta svona gerir rosalega varnarlausan fyrir því að svona ofinnbyrða af alls konar mismöndi hitaeiningum út af því að þarna með þessu konsepti sem þú varst að tala að við eigum bara balansera hlutin út með hreyfingunni og jafnvel eins og þessi umræða með að telja makrós og svona, þó að ég hef ekkert að móti því að þá gera það okkur kannski meira varnarlaus fyrir því að enda á að borða mikið eða þá að pína okkur í að borða ekki mikið út af því að þarna, sérstaklega ef við förum í ef við erum að borða bara lélega fæðu, ef þetta samanstendur af bara gósdrykkjum og einhverju svona sem inniheldur enga næringu en mikið af sykri eða mikið af hitaeiningum að þá þurfum við að stoppa okkur á einhverju tímapunkti en settan ekki til staðar. Já. En þegar við erum að stóla meira á náttúrulega fæðu og eins og bara próteinríka fæðu og bara svona heilsteftari fæðu að þá það yfirleitt settan sem að stýri ferðinni og settan lykil þáttur í að viðhalda sér, bara bæði komast í og viðhalda sér í góðu formi og þegar þá líður þið vel, þú veist, þá ertu ekki að pína þig. Einmitt. Þá færðu þér þessa máltíð, þú pakksatur eftir máltíðina og þið langar ekki inn í þannað. Þar ertu að stilla þér upp fyrir besta árangurinn og því að þá síðan kannski, maður alltaf að lendi í maður einhver staðar og það eitthvað á boðstólnum, einhverjir súkkulaði mólar eða eitthvað sem maður ætti kannski ekki vera að borða og þá kemur viljastyrkurinn inn og viljastyrkurinn bara eins og rafhlaða, hann rennur út og svo þarf það að hlaða og svo rennur hann út þannig að þú ert alltaf að stóla viljastyrkin þá bara tímaspursmál hvenar það fyrir að klikka en ef að þú ert nýbúin að borða bara rosalega heilsteyfta og próteinríka og næringaríka máltíð þá horfir á þessa súkkulaði móla eða hvað það því bara hreinlega langar ekki í það og þetta á sérstaklega við þegar þú ert búin að gera þetta í smá tíma blóðsykustjórnunin orðin betri og bara svona í einföldu máli svona innvortis heilsan bara orðin betri og heilsteftari og farin að rúlla betur þá horfir stundum á einhver svona sætindi eða eitthvað og þið bara langar ekkert í það ekki nema þú væri songur og þetta svona auðveldasta og þægilegasta leiðin að bæði góðri heilsu og góðu líkamsformi og það krefst ekki þessarar svona eins mikils aga og eins mikils viljastyrks eins og ef þú ert að borða meira drasli en alltaf að skammta þér bara þannig að þú sért innan einhvers kaloríu eða hitaeiningar ramma. Algjörlega. Skilur hver fara? Algjörlega, en hefur þú ekki líka lent einhvern tímann í því, ég veit ekki hversu agaður þú ert búin að vera í mataræðinu yfir árin en ég treysti, ég bara stóla að þú hefur einhvern tímann fengið bræðaref, eða skilur við, þú hefur pröfað, séð hvað heimurinn býður upp á, að bragðskynið breytist. Þú veist, ef þú og svona orðið yfir þetta eiginlega bara svona saturated, maður svo mettaður, veist, eins og bara eins og dökkt súkkulaði, þú veist, þegar þú byrjar að borða 70% súkkulaði og smakka síðan mjólkursúkkulaði, bara wow, herðu, hvað í gangi þarna? En síðan var ég komin í það, sko, ég var í 85% súkkulaðinu, smakka síðan 70%, bara herðu þetta svona sætt, skiljum og þetta gerist bara með og þetta voru engar pyntingar eða eitthvað svoleiðis, mér fannst dökkt súkkulaði geggjað og þetta meira bara þannig að þú veist eins og að bara borða hvað maður segja, svona whole foods eða bara hollan mat, bara borða hellinga á honum, þetta ógeðslega gott en þú veist, síðan svo hætt við því að þú veist, vera með einhverjar sósur og það sykur í þeim og þú heldur upp í þessari saturated bragðlauka upplifun og þá í rauninni bara kallar alltaf á meira og meira það allavega bara það sem ég hef fundið hjá mér, sko, því næ svona aðeins að trappa mig úr því og þá þarf ég oft smá viljastyrk, sko, þá einhvern veginn svo auðvelt að halda því við. Algjörlega, og þar komum við inn á þessa þörf fyrir aukinni meðvitund hjá bara neytendum að vita hvað í matnum sem það að
innbyrða út af því að það ekki sama sem þú heldur að þú sett að slá í gegn og búin að fá þér svona tiltölu holla mat, svo er þetta kannski að löðra þetta í einhverju sósu sem er bara brjálæðislega sigruð eða inniheldur eitthvað alls konar og oft líka því svona íktari matvælin því meira af alls konar einhverjum svona bragðaukandi efnum og eitthvað og þetta er allt alveg sérstaklega hannað til að þú fáir ekki nóg skilur og þetta er ég minna að það eru svona hvað kallast þetta kallast matvæla verkfræðingar eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki nákvæmlega hvað orðið á sér sem að matvæla fyrirtæki ráða inn til að bara nákvæmlega sinna þessu hlutverki að hagra þá bara svona engineera matinn þannig að hann verði eins bragðgóður og kveiki eins mikið á veljiðnarstöðum og mögulegt er hjá þér þannig að þú bara getur ekki hætt og það eru meiri segja að það eru alls konar svona hlutir eins og rúllettusnakkið frá Doritos, mannstu þetta því? Já, sem er svona mis-spicy eða ekki? Já. Það er önnur svona taktík til að einhvern veginn fá þig til að borða meira. Bara rúllettan sjálf? Já. Þannig erum við bara að tappa inn á svona okkar veikleika bara, svona okkar eðlisveikleika einhvern veginn að þú kaupir þetta Doritos snakk og það er svona ákveðin spenningur í því að þetta er rúlletta og ein flaga er ótrúlega sterk og á svona undirmeðvitundar leveli að þá borðar meira bara út af þessu og það er burt sér frá svona þessari hárnákvæmu kryddblöndu sem Doritos er búin að þróa til að bara þú getur ekki hætt sko bara út af fyrir sig í snakkinu en svo ertu komið með þennan auka hlekk oná sem er rúllettan sem gerir þetta ennþá einhvern veginn ómótstæðilegra og þetta sjáum við bara með svo ótrúlega mikið af þessum matvælum og þá fyrst og fremst bara pökkuðu matvælum eitthvað sem einhver matvælufyrirtæki er búið að búa til þar eftir svo miklu líklegri til að fá þetta og þarna getur ekki treyst þinni líkamlegu starfsemi í að segja þú sett sattur þegar þú ert honum sattur það er hræðilegt maður já, út af því að líkaminn þarna bara hann heldur áfram hann vill bara meira og meira og meira og ég held að allir kannist við það bæði eins og með snakk og bara til dæmis franskar að með skeggja dæmi sem ég held að allir kannist við að þú ert með hambúrgar og franskar þú hámar í hambúrgaran, kannski jafnvel tvöfaldan hambúrgar og þú ert pakksattur eftir hambúrgaran og þú bara hallar aftur í sætinu alveg þvílíkt pakkaður svo kannski líða 2 mínútur og þú svona nælir, þú tegið í eina frönsku og svo áður og veist af þá ertu byrjað að hakka í þig franskarnar og þannig ertu komið matvæli sem inniheldur rosa mikið af fitu, rosa mikið af kolvetnum og salti og jafnvel einhverju kartöflu kryddi og þannig er bara komið matvæli sem að blekkir heilastarfsemina og verður til þess að líkaminn bara hann kallar á meira og meira og meira þú varst pakksattur fyrir 2 mínútum eða væringa franskar á disknum þá værið bara sattur og sæll en út af því að þú byrjaðir og fekkst þér eina þá fekk líkaminn þetta bragð þú finnur bragðið á tungunni það kemur saltið og kemur kryddin og það gerist bara eitthvað í heilanum og hann hugsa bara, heyrðu, meira þessu inn með þetta og áður veist af og þetta er hálfgert svona þetta er algjört undirmeðvitundar spil í gangi að þú kveiki jafnvel ekki á því þú ert bara hólk í þér franskarnar í einhverju svona bara undirmeðvitund, bara ómeðvitund og þú heldur alltaf á sért við stjórnborðið sko. Einmitt, og svo horfir á allur diskurinn búinn og þú ert jafnvel bara svona hálfsattur núna og eftir klukkutíma eða jafnvel beint eftir á eitthvað stopp í ísbúðinni og fá okkur bræðareyfi eða eitthvað og í bræðareyfinu þar eftir með annað svona tilfelli af rosa mikið af sykri, rosa mikið af fitu og jafnvel einhverju hlaupu og nammi og drasli í bræðareyfinum sem að er með alls konar svona ýktum brögðum sem að keyrir þetta áfram ennþá meira þannig að þú borðar þetta, þannig ertu komið með ég veit ekki hvað mikið af hitaeiningum ótrúlega lítið af næringu og samt einhvern veginn heldur þetta engu vatni settulega séð eftir kannski klukkutíma 2 þá ertu aftur á svangur samt ertu kannski komið með dagskamtinn af hitaeiningum og 1% af næringunni sem áttar að inntaka þetta er ekkert líf sko þetta er bara snapshot af síðan því sem gerist aftur og aftur og aftur leiðir okkur í stöðuna sem við sitjum í dag skilur og lausnin sem við sjáum við því er bara ok, ég ætla að borða minna af þessu sama það meikar engan sens í raunni það kemur okkur bara í að býr bara til önnur vandamál og svona bara býður upp á bara mistök
að okkur mistakist og við lendum í sama hjólinu aftur og aftur sem nákvæmlega sem ég fæ til mín svo oft með kuna sem eru búin að vera í þessari hringekju aftur og aftur, fer í þessi átök, dettur eftir nokkra vikur og nokkra mánuði, dettur í gamla farið og svo mætir aftur, komið algjört ógeða sjálfur sér, vill fara að gera breytingar og vill að þeir gerir strax, þannig að það vill fara einhverja styttri leið og fara í einhvern matakúr eða eitthvað og svona bara rúllar þessi hringekja. Einmitt. Þarna þarf að brjóta hana með svona smá rökhugsun og svona góðum venjum sem eru sustainable til lengri tíma. Og það líka bara gott að vita af því og bara svona svo maður hafi von í gegnum þetta að þú veist, það til staður þar sem að þú ert ekki að fá þessi cravings og ert ekki alltaf að snúa upp á höndina á sjálfu þér til þess að neita þér eitthvað, þú veist, það oft bara fylgikvilli þess að breyta venjur að það svolítið erfitt og þú þarft að fara hlutina svolítið aðeins, þú veist, með sjálfsaga og hérna þú veist, ég meina, eins og fyrir þig, ég held að þú sért ekki, auðvitað lendir þú í því að kreifa hluti og langa í eitthvað óholt eða sætt, en ég held að svona mestmegnið að deginum og mestmegnið að þínu lífi núna ert ekki að fara í gegnum að neita þér hluti. Nei, mjög lítið og það einmitt út af því að bara eins og vorum að tala að þegar þú ert búin að vera í þessu í x langan tíma að þá fara að minnka rosalega mikið af þessu löngunum og ef þú borðar mjög vel að þá koma rosalega oft tímar þar sem að bara til dæmis í dag, ég er búin að vera fastandi núna bara í rauninni fyrir hálfgerða tilviljun í rauninni síðan í gærkvöldi og það ekki út af því að ég að reyna að fasta það hefur ekki komið löngun hjá mér í rauninni fram að þessu í dag það sem ég hefur langað að borða kemur örugglega eftir en það eru svona sumi dagar hjá mér þannig að ég bara rúlla kannski 6-7 pluss klukkutíma án þess að finna fyrir svengt og það yfirleitt þegar ég er búin að borða rosalega próteinríka yfirleitt svona dýra afurða þunga máltíð þá líður mér rosalega vel stabíl í orku meltingin í toppstandi og ég bara finn ekki fyrir neinni svengt þannig að eins og núna löngunum mín í eitthvað sætt eða eitthvað bara eiginlega 0 og þannig að þetta í rauninni eitt parturinn að því sem bara gerist þegar þú byrjar að taka til og þetta tók alveg svona tíma fyrir mig út af því ég tók þetta í svo hægum skrefum líka mataræð þannig að það voru alveg langanir í rauninni lengi en það hafa alltaf farið svona í rauninni jafnt og þétt minkandi hinn hængurinn að þegar það kom upp langanir þá reyni ég að hugsa hvað get ég fengið mér sem að seðja þessari löngun en samt í rauninni ekki svona hræðilega slæmt eða hvernig get ég bara lágmarka skaðan og það eru alls konar hluti sem þú getur fengið eins og bara til dæmis að fara í dekkri tegundir af súkkulaði í staðinn fyrir eitthvað rjómasúkkulaði velja aðeins sykurminni útgáfur og hinn á þessu og baka heima eitthvað þar sem þú stýrir svolítið hvað þú getur búið til alls konar mjög bragðgóða hluti með því að beita svona aðferðum og það eitthvað sem ég hef reynt að tilenga mér og svo þetta bara persónubundið, það einhverjir sem að elska til dæmis bragðaref eins og við talum á hann og þá bara inn á milli getur þú fengið bragðaref, það ekkert mál en það bara að taka geðterfi æfingu eftir það Já, en það bara þegar þú ert komin á þennan stað þar sem að meiri hlutur af mataræðinu í góðu standi þá hefur bæði líkaminn svona meiri getu til að höndla þessa óhollustu og líka bara þú hefur betri getu til að höndla óhollustuna hvað varðar bara að detta ekki út af sporinu og endi í einhverju rugli þú munt pottið verða þannig að eftir innan bragðar ef þá ertu örugglega songur eftir klukkutíma eða 2 og kannski fer dagurinn svona smá úr skorðum en þá það bara dagurinn sem var ekki fullkominn og við byrjum upp á nýtt næsta dag og þetta svona þetta þessi dans bara sem þú þarft að finna þetta svona einhvern veginn að svona sveiflast með bara daglegu amstri og daglegu lífi að finna þetta út ég meina það kemur alltaf eitthvað upp á einhverja veislur og hitt og þetta og þú ert með félagunum eða vinkonum og þau ætla að gera þetta og þú þarft ekki endilega að vera alltaf eins og einhver munkur í klaustri þú þarft bara að temja þér að taka ákvörðunina sjálfur og síðan vega og meta í rauninni bara hvernig staðan þín í dag og það svona þessi bara bæði þessi heilbrigða skynsemi með mataræði og þetta bara svona heilbrigðara samband og heilbrigðara hugafar að hugsa að ekkert að því sem þú borða dagstæðilega saman hversu óalt það bráðdrepandi þetta eitthvað sem þú gerir aftur og aftur og aftur hægt og rólega byrjar þetta að svona níðast á heilsunni þinni þannig að þó þú fáið þér
eitt platta af frönskum, þó að ég persónulega vil ekki borða það, bara ég á þeim stað í dag að það kalla ekki á mig og ég vil ekki láta róna mig, en eitt platta af frönskum ekki að fara að gera neitt við þig þannig séð, en síðan þegar þetta eru reglulegar franskar, skilur, þá byrja vandamálin að svona vinda upp á sig og þeir voru alltaf að drekka gos og þeir voru alltaf í blandi pókanum og þeir voru alltaf þá horfum við á heildamyndina, þá mataræðið bara ekki gott, skilur. Akkurat. Þannig að við verðum líka að horfa á þetta út frá svona ákveðnir svona rögsemi að svona eitt og eitt skipti ekkert að fara að gera, þannig að þú verður líka að hugsa bara sálina og að þú sérst ekki að mynda ómikla streitu og bara fá einhverja áhyggjur af því út af því að þú fórst aðeins út af sporunni í mataræði. Það frábær punktur. Út af því að, sko, ég held að streitan út frá því muni hafa verri áhrif á heilsuna þína heldur en það sem þú ætlaðir hugsanlega eða innbyrðir sem var svo óholt, skilur við. Þannig að bara svona að taka hlutunum ekki of alvarlega en að vera á sama tíma ekki að gefa þér einhvern afslátt með bara einhverju svona ignoransi eða vilja ekki horfa á hlutina. Ég held við ættum að taka ábyrgð á heilsun okkar og reyna að vera eins meðvitaði neytendur og við getum með svona heilbrigðri skynsemi. Þannig að ekki verða obsessed yfir því, ekki nema þú hafir ótrúlega gaman að því og þú getur gert það á svona sæmilega heilbrigðan máta, en að vera samt svona taka þetta föstum tökum. Við verðum að vera umhugað þetta og því að þetta líka bara brjálaslega vá á vestrænt samfélag og bara þvílíkt álag sem við erum að setja á heilbrigðiskerfi sem náttúrulega hefur ekkert verið rætt í bara síðastliðin 2 ár. Hversu mikið álag á heilbrigðiskerfinu út frá bara lífstílskvillum og sjúkdómum og það eins og nafni gefur til kynna, þetta eru sjúkdómar tengdi við lífstílin okkar. Bara einföld inngrip með því að byrja að innleiða bara heilbrigða lífstílsvenjur og ég ekki að segja að það sé svona auðvelt að bara hver sem geti bara byrja á því og breytt þessu eittur og bingo, en að byrja með meiri fræðslu og meiri upplýsingaflæði og meiri stuðning og meiri fókus á þetta í samfélaginu okkar og því að þannig munum við hægt og bítandi byrja að ýta fólki í þessa átt í staðin fyrir að leyfa hlutunum að grasserast í þessa átt það sem að hjart- og æðasjúkdómar eru bara eitt stærsti sjúkdómur sem að hrjáir okkur í dag og að rosalega miklu leyti getum við snúið honum við með lífstílum, með mataræði og aukinni hreyfingu og minni streitu og betri svefn, sama við sykursýki 2, ákveðna tegundir af krabbameinum, Alzheimer sjúkdóm og svona lengi mætti telja. Þetta eru þessir helstu sjúkdómar sem hrjá okkur í dag, sjúkdómar sem var að koma upp á yfirborðið að mestu leyti fyrir réttum 100 árum síðan, sama tíma á unnarfræjóljur og aukin sykurneysla og meiri kyrrseta og minni hreyfing. Allir þessi lífstílsþættir fóru niður á við og þessi krónísku sjúkdómar röku upp á við. Og ef við horfum á þetta bara svona, þá sjáum við hversu einfalt innan gæsalappa að snúa þessar þróun við ef að við bara í rauninni gefum því meira vægi og rétta stuðningin. Þetta brilljant yfirferð. Það bara að vera að segjast. Ef fólki langar að dýfa sér ennþá dýpra ofan í þessi mál, þá og náttúrulega út af við erum búin að snerta á ansi mörgu en þú ert líka bara búin að halda út í hlaðvarpi sjálfur, 360 gráðu heilsa og ert að taka þar viðtöl við fólk sem svona svolítið sérfræðingur á sínu sviði síðan alltaf bókiðinn Borðum betur hvar annars staðar, ég meina eins og bara upplýsingar ég held að þú getur líka alveg kannski svona tekið undir það þú færð ekki beint þessar upplýsingar í skólanum eða frá yfirvöldum hvernig lífstílsvenjur, eitthvað annar staður sem að þú mæli með þessu? Sko, kannski svona auðveldast eða svona næst fólki náttúrulega bara bæði bækur að byrja bara að finna sér alls konar bækur mataræði og heilsu, bara eitthvað sem að kallar á þau, það náttúrulega skrilljón valmöguleikar í boði og bara byrja að svona kynna sér þetta aðeins en einfaldari leiði bara að finna alls konar podcast endalaust til að podcastum og meiri sem margir alveg massífir sérfræðingar og vísindamenn sem eru byrjaðir með sín eigin podcast, það sem eru bara að fara yfir vísindin og jafnvel á svona frekar miklu mannamáli, þannig að þú þarft ekki að fólk úr akademíunni sko. Já, og það til dæmis Matthew Walker sem að þú ert búin að fá það ekki og
og svona einn fremsti subsérfræðingur, hann komið sitt eigið podcast, man ekki hvað það heitir nákvæmlega, Peter Attia sem við vorum að tala áðan, hann reyndar svona kannski svolítið fræðilegri á köflum allavega. Það annar sem heitir Andrew Huberman sem með gott podcast líka og hann svona reynir að setja hlutina svolítið á mannamál og endalaust af sérfræðingum, endalaust líka af bara podcastum svona sambærileg þínu sem að fá alls konar sérfræðinga og þar sérstaklega færiðu hlutin á mannamáli út af því að þar eru sérfræðingarnir yfirleitt að tala við bara meðalmannin og þurfa þá að útskýra þetta svona frekar auðveldlega og bara með að byrja að innleiða svona eitt svona podcast og byrja bara að spá aðeins meira, byrja að lesa aftan á umbúðir, hvað í umbúðunum, til dæmis varandi e-efni að þá getur þú sótt app sem heitir bara e-numbers, þú getur þú flett upp e-efnunum sem þú sérði aftan á matvælunum og séð í rauninni hvað þetta skaðlaust eða eru einhverja vísbendingur að þetta gæti verið að valda einhverju skaða og gefið þessu svona litakóða og talið upp hugsanlegar aukaverkanir á því að innbyrða þetta í x miklu magni og síðan já, eins og sagðir, ég mæli með fyrir flesta þó að ég sé ekki óháður að kíkja á bókina mína, sérstaklega fyrir meðal mannin sem vill byrja að taka mataræðið sitt í gegn og því að þarna fer ég bara á mannamáli yfir öll þessi helstu atriði, tala í meiri dítelum fræjolíurnar og sykurinn og tala föstur og kemur alls konar uppskriftir og legg þetta svo niður í 5 skrefum hvernig þú byrjar á þessari vegferð. Síðan ég með Instagram mitt sem ég nú kannski ekki brjálaslega virkur á en þar svona kem ég einstöku sinnum með einhverja púnta og það bara Franklin 360 heilsa og svo bara ég meina við erum með interneti sem bara með endalaust af upplýsingum. En þá samt oft gott sko að finna sér svona einhvern sem að þú treystir og trúir og fylgjast aðeins með þeim aðila út af því að það ekkert mál fyrir mig að finna bara, út af að þú nefndir kjöt í þessum þetta bara flett upp einhver rannsóknir sem sína bara eitt biti viðbót og þú deyrð af kjöti eða skilur, eða að vegan sé réttarleiðin eða karnivóru réttarleiðin eða bara omnivór, þetta svo mikið út allt og að finna þá bara einhvern sem svona að taka nokkuð bara heilstæða nálgun á þetta og ég tala nú ekki líka bara á íslensku, það geggjað eins og bara þitt efni að geta tekið eitthvað viðfangsefni og kafa onni og það alltaf á íslensku, það bara mjög þægilegt að hlusta á hluti á móðumálinu og maður kannski tekur hlutina aðeins meira til sín og nú ég bara að tala fyrir sjálf mig sko. Algjörlega og talandi það líka sko, ég held að góð leið fyrir fólk sé líka bara að prófa sig áfram, það kíkir kannski á einhvern sem að bara í einhverjum þvílíkum öfgum eða að þeim finnst, en af hverju ekki að bara hugsanlega prófa það eða svona fara aðeins í þá átt og sjá bara hvernig feelingun en ekki dett of mikið í einhverjar eða festa sig of mikið í einhverju hugmyndafræði eða einhverju svona dogma og horfa framhjá bara hvernig þér líður af því sem þú ert að gera. Já, frábær punktur. Og þetta náttúrulega bara, þetta ekki eitthvað sem að þú ert bara kipp í lag og græja á næstu vikum og svo getur þú haldið áfram í lífið þitt, þetta lífið þitt. Þannig að byrja bara að gera þetta að þínum lífstíl, að verða að þú sért bara heilsu meðvitaður einstaklingur. Það bara, þú innleiðir það inn í þína persónu og með því að þá byrjaru alltaf að við að þér aðeins meira og aðeins meira. Þú byrjar að fá smá meiri áhuga á hlutunum, þú prófar þig áfram með þetta, finnur, já, heyrðu, nú með aðeins meiri orku, mér líður aðeins betur. Þá kemur svona smá krókur sem að hvetur þig áfram, ég halda áfram og ég meina eins og þetta búið að vera hjá mér síðustu ára, ég er að fara mín á svona vegferð sem að beygir í mismunandi áttir og ég alltaf að leita leiðum til að vera betri og ég get ímyndað mér að það sé sambærilegt til þér. Algjörlega. Og það er þessi lífsvegferð. Þetta ekki eitthvað bara verkefni til að klára, þetta bara ongoing vegferð sem og við að horfa það þannig út af því að þá fer þetta ekki að verða eitthvað leiðinda verkefni sem það að klára, þá þetta bara hluta lífinuðinu og eins og ég talaði á hann, bara þessi svona dans að byrja að tilenga sér eina venju í dag og svo framvegis og skolla kolli, skilur við. Bara skemmtilegu dans líka, það þarf ekki að vera leiðileg, það þarf ekki að vera kvöl og pína, þetta allt bara leiðir í átt að heilbrigði og bara betri líðan andlegri og líkamlegri. Algjörlega, og bara algjör undirstað að þetta sé gaman, maður verður að hafa gaman að þessu. Hárið, það að loka árun okkar hérna. Rafn Franklin, takk kærlega fyrir að koma, virkilega gaman að spila. Takk fyrir mig.